Já, þetta bomban getin í leiknum, hinn eini sanni, við erum með risaþátt í dag, risaþátt við erum með besta hafsendapar í bestu deildinni, eður væri að spila í bestu deildinni, það er að segja, það er Damir og Eiður, þeir eru mættir hérna ferskir, hlæjandi, skemmtilegir, hvað segir þið gott, Damir, byrjað þú? Ég er bara helviti góður, sko. Eiður? Ég var að koma heim að einhver, ég er bara Já. helviti góður. Eiður? Ég er bara í toppmálum, bara flögu gegnum 32 úrslit í gær og bara á bleiku skýi. Bleiku skýi, strákar, til að byrja þáttinn þá ætla ég bara að spyrja ykkur, Damir, hvað er besti leikmaður sem þú spila með á ferlinum? Sem ég hef spilað með á ferlinum? Já. Góðu bara með einn leikmann? Ég er með 2, ég get ekki valið á milli þeirra. Ok. Ég er með Höskuld og Tómas Mikkelsen. Ok. Eiður, góðu með? Ég man ekkert þess að gæja sem spilaði með erlendis, ég ætla bara að gefa Patta Pedersen þetta. Já, gott. Það er svoleiðis, Patti Pedersen. Ekki bróður hans, Jeppi eða? Það er gæði honum, sko, hann er langt í land. Já, ok. Herru, ég vekk ykkur til að koma í þáttinn til þess að taka upp eða spá fyrir í bestudeildinni 2026. Fekk náttúrulega bara bestu menni sem hægt að fá í þessu, þú veist, við tökum ekki mark á neinum öðrum spám. Þú veist, það er engin sófa sérfræðingar hér. Þú veist, þetta er bara the real deal. Þú veist, kallinn með Evrópumark, yngri landslið, spilaði bestu, þú veist, Damir fyrir atvinnumæður, Eiður fyrir atvinnumæður, báðið með landsleiki, þú veist, er ekki að fara að taka mark á okkur? Jú, ég held það. Já, nákvæmlega, ég tek þessu og ég hleypna. Herðu, við ætlum að byrja á Keflavík og ég spáði þeim 12. sæti. Damir, hvað spáðið þú þeim? Ég er með það í 12. sæti líka. Eiður? Sama hér. Já. Þá er ekki meira að ræða, þú veist, ég var með nokkrar spurningar, settu svona upp 8 liði, eða svona 7, við viljum bara fara fljótlega yfir þetta. Lykileikmenn, Anton Kræl og Þorlákur Breki Baxter, Eiður, þú spilaðir með Anton Kræl, þú veist, er hann að fara að styrkja það lið? Já, hann er góður sóknarlega, sko, og fínast við alltaf leiði varnarmaður, en það er alveg veikleikar í hans leik, hann er náttúrulega ekki hár í loftinu og getur verið svolítið expósaður með það, en hann bætir upp fyrir það með bara, hann er öflugur fram á við. Þú ert að sofa á Muhammad Al-Ghul. Er það? Já, hann var geggjaður í lengjudildinni í fyrra, sko. Já, ég fylgdist alveg með honum, en er hann að fara að gera góða hluti í bestildinni? Já, það held ég. Ef allt tikkar í bóksið hjá liðinu, sko, þá held ég að hann veri bara frábær leikmann, verður ekki lengi þannig. Er ég að gleyma einhverju leikmanni? Hvað heitir þessi framherji? Ljubicic. Já, er hann ekki, það er alveg erfitt að eiga við hann, sko. Ég held að sé ekkert alltof margir sem ráða við hann í þessari deild, sko. Nú, ok. Hann þegar á sínum degi er hann frábær, sko. Ok, þá bara höfum við hann líka, Stefán, Ljubicic og Muhammad Al-Ghul, það er ekki rétt hjá mér? Jú. Verður ekki mikið að gera fyrir Nacho og félaga líka, eða? Jú, en þú veist, förum í það, við erum bara að tala lykileikmenn núna. Já. En þjálfarinn, Haraldur Guðmundsson og Hólmur, lítileg reynsla í efstu deild. Ég veit ekki hvernig spila er, 4-3-3, vitið þið eitthvað hvernig þið spila? Já, 4-3-3, 4-4-2 stundum, breyta eitthvað til hana. En Halli er búin að vera lengi með þá. Hann þegar þannig inn og úti á félaginu, þannig að hann veit alveg hvernig við gera. Breiddin, hún er ekki mikil, eða það? Nei, þeir eru kannski með 13 leikmenn sem að þeir geta keyrt á, sko, 13-14 leikmenn. En meina þarftu breidd, einhverja svakalega breidd.
Já, Leikur á þarf viku breytt fresti. eða verður eitthvað meðsli. Já, verður meiðsli þá gætu þið lent í vissinni. Nacho Já. líka oft meiddur. Já. Eiður, voru mistök að Keflavík samþykki við Gunnlaug Fannar Guðmundsson? Já, ekki. Alvöru karan, Er hann ekki Guðmundsson annars? Já, eins gott ég sé með rétt eftirnafn. Ég ætla ekki að staðfesta það, sko, þú er að vera með. Gunnlaug Fannar Guðmundsson, Guð sér lof. Hann væri bara sko að ringja strax að þetta droppið væri. Það væri bilaður eða eitthvað, sko. Já, pappans jazzarinn. Hann er búinn að fara með mig á jazztónleika hjá honum. Það er eins gott í muni heldur nafni á. Ég var að segja, veist ég hvað svona hann heitir. Herðu, Kári Sigfússon hafði enga trú á verkefninu og fór í Fylki. Hvað hafið að segja um það? Ég ætla nú ekki að vera að dæma hann eitthvað fyrir það að fara úr Keflavík, en já, þá bara vonandi farin að spila meira þar og gera góða hluti, sko. Eiður. Já, ég ætla ekki verið eitthvað, þú veist, það vil ég spila fyrir heimi eða hvað, mér finnst erfitt að ég er svo sem ekkert pælt í þessu henni viti, en það hlýtur að vera einhver góð ástæða bak við það. Mér skrítið menn sé að fara úr bestu í lengideildina á þessum tímapunkti. Nákvæmlega, það er sem ég er að hugsa. Sko, Keflavík er búið að fá Anton Kral, Davíð Helga, Láka Baxter, Daginga Valsson og bróðir hans Mohamed Al-Ghul og svo líka markmanninn Mirsad Asic. Þú veist hvað, ef við byrjum á þetta með hvað gefur þessum glugga í einhvern? 1-5 eða hvað viltu? Nei, bara A, B, C, D, E, F, G. Ég kann ekki meira, sko. A, B, C, D. Já, ef ekki bara segja solid C plus. Eiður. Já, ég bara, Damir veit miklu meir en ég þetta, ég verð bara, segjum bara sé, Gottum með staf. Segjum D. D. Þeir eru svo góða markmenn, sko. Hvað segirðu? Tvö mjög góða markmenn. Já. Ég er þetta ekki sér til þeirra, eru þeir eitthvað á pari við Sindra eða? Já, markmennir, ég held að vera að spyrja hvort Keflavík væri á pari við Nei, sem að Nei, hann er að spyrja Ásgeir Orri og þessi Besic, eru þeir jafn góðir og Sindri? Já, Ásgeir Orri allavega er virkilega góður, sko. Hann lenti ykkur meiðslum fyrr og er svona að koma tilbaka, en hann er mjög efnilegur, einn okkar efnilegustu markmennum, held ég, sko. Strákar, hver er pressan? Er pressan að halda sér uppi? Eiður, hvað heldur að stjórnin? Stjórnin náttúrulega, hún er sérstökan í Keflavík, búin að vera hana og þeir halda þessi alltaf bestir. Heldur að þeir sé ekki krafa hefðum að halda sér uppi, Eiður? Jó, það var náttúrulega steikt að halda einhverju öðru fram, sko, en ég held að það sé eina markmið hjá Keflavík, það er bara tryggja sætið sitt, sko. Þeir geta ekkert hort lengra en það. Damir, hver er veikleikin hjá Keflavík? Ég myndi segja bara ef að meiðsli koma inn í liðið þá verða þeir í brasi, sérstaklega í vörninni. Þetta er mjög taktískt svar svona rétt fyrir bikarleikinn. Ef allir haldast heilir og þá geta þeir náðu að gera góða hluti. Sem gerist þetta aldrei. Já, þú veist. Nei. En hvað er annarkvörð þeirra meiðist þannig í hafsendum? Þá getur bröðið smá vesinn. Já. Hver er í hafsendan? Er þetta Davíð og Nacho eða? Nacho og Davíð. Nacho, er hann nógu góður til að í bestildina? Þú veist hvað? Já, Nacho er góður varnarmaður. En þú veist eins og ég segi, hann er frekar oft meiddur, þannig að þetta kemur bara allt í ljós. Þeir þurfa líka að byrja vel. Já.
Fyrstu 5 leikir hjá þeim síðan eru KR Fram, Breiðablik, KA Víkingur. Það dauði, sko. Það gæti orðið bara. Ég er ekki vissi náðu sigrið hann í fyrstu 5, sko. Já, jafntefli eins. Strákar, one to watch, Baldur Logi og Eiður Orri Ragnarsson. Kannist þið þessa leikmenn, eitthvað? Já, ég er sammála því. Nei, Eiður Orri, hver er það? ekki hugmynd. Heyrist í mér, Já, heyrist í þér. Ég er alltaf sammála með Bald. Hann er búinn að vera í Stjörnunni og eitthvað eins búinn að flakka milli hana en Já. hann er one to watch eins og þú segir. En Eiður Orri, hvað með hann? Hann er bara virkilega sprækur, ég hef ekki séð mikið á honum. Það sem ég hef séð, hann lítur út fyrir að vera mjög solid, sko. Ok. Herðu, ég spurði stuðningsmennina og ég fekk 2 hákalla. Einar Orra, the uncle. Og þá fekk ég Jónas Guðna Sævarsson. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur hvað þið sögðu. Já. Byrjum á Jónas Guðna. Ég spái því að tímabilið okkur verið nákvæmlega eins og í fyrra, mikið af atriðum sem munu ekki falla með okkur, en höldum okkur samt inn í baráttunni. Við fáum góð úrslit í lokin sem gerir það verkum að við höldum okkur upp og endum í 9. sæti. Helstu rökin fyrir því að við munum eiga séns í að halda okkur uppi er að önnur lið muni erfitt með spila sinn leik á grasvellinum í rokinu og með sólinni í andlitið. Þá mun Stebbi Ljúb setja 12 mörk og Ásgeir Orri vinnur nokkra leiki fyrir okkur með að loka markinu. Við erum með góða breidd á miðjunni sem mun hjálpa okkur að skipta leikjaálaginu, svo mun Davi Helgi verða besti varnarmaður deildarinnar ef Víkingur kallar hann til baka úr láni. Og svo er ykkar maður, Einar Orri, onkelinn, CrossFit legend á Suðurnesjunum. Fullkomið tímabil er þið 7. til 8. sæti, en ég set okkur í 9. sæti. Fína styrkingar eins og Baxter, Dagur, Kræl og Davi frá Víking. Ég hef mjög mikla trú á Eiður Ragnars taki skrifu upp og delivery í efstu deild. Veltum mikið á Stebba Ljúb, hvort hann drullist til að spila eins og hann getur og mæti með 6-10. Ef hann fer í 10 plus, þá verðum við öryggir uppi, ef ekki, þá verðum við í bardaga fram á síðasta leik. Þannig 9. sæti, Stebbi með 8 mörk og Eiður bestur. Hvað segir þetta? Já, þetta er skemmtilegt. Ég sé þetta ekki svona eins og þeir tveir. Nei, ekki Eiður heldur. Ég sé þetta ekki gerast, en ég styð þessa jákvæðni. Já, 100%. Herðu, Eiður, IBVF, þú tekur þennan bolt og þú veist allt um þína menn. Hvað spáðið þú IBVF? Herra, ég er bara með IBF í 11. Sæll! What? Er þetta eitthvað bomba inn í þetta? Byrju, hver eru líki leikmenn IBVF? Herðu, ég er með Sigur Arnar og Alex Frey. Þeir verða að eiga alvöru tímabil í ár. Ég sammála þér. Ég setti Alex Þór Hilmarsson, Marcel Sabitovski og Milan Tomic. Herru, fyrirgefðu, já, ég seti á í 10. sæti. Nú? Okay. Já. Hvað setur þú, Damir? Okay. Ég er með allir það. Okay! Það er ekki þjóðandi á ykkur í ár. Það er svona... Eiður er ekki velkomin á þjóðandi núna. Nei, það verða svona myndir á okkur við bryggjuna. Já. Not allowed. En ég er sammálað með leikilminni með Alex Frey og Marcel. Já. Þeir tveir eru svona hlekkurinn í liðinu, sko. Já, þú setur, já, eins og ég seti, já. Milan Tomic líka geggjaði, sko. Já, ég bara hef svo sér lítið þeim í vetur. Sérstaklega, ég svo eitthvað F á hann, ekkert nægilega. Svo veit maður ekki stöðuna með Ómar hversu lengi hann er frá eða hvað, sko. Hann er mikilvæg fyrir þetta lið, sko. Já. Oliver Heiðar getur verið enn heim. Er það? Já, var eitthvað orður með það.
Geta menn ekki drullast til að halda sér hana í Króatíu? Hvað, er vont viður hana? Það er alltaf ekki veðri sem er að trufla hann held ég, sko. Hann er ekki að sækist í góða veðri í eigum, sko. Nei, svo ertu með þjálfaran sem er óskrifað blað. Já, þú þekkir eitthvað til hans. Ég þekki aðeins til hans, en hann er með fína ferilskrá, en já, það er eins og ég segi, ég bara sé lítið aðeim og veit ekkert mikið það, sko. En, sko, Alexander Linda var að þjálfa 19 ára landslið á Serbíu. Þú fær ekkert starf sem 19 ára landsliðþjálfari í Serbíu um þú vitir eitthvað. Nei, mitt. Svo var hann með Olimpia Ljubljana. Þú veist, það er stórlið. Þannig að, herru, Eiður, breiddin, hvernig er breiddin hana? Ég heldur sé bara þokkalega góð, sko. Ég er ekki búin að sæna fullt af leikmönnum með það. Jú, þeir fóru að fá eitthvað núna bara fyrir nokkrum dögum síðan. Já, hann heitir hvað? Hvað hann heitir hérna... Filip Stuparevic. Var hann ekki að starta bara fyrsta leikin sinni eða? Jú, staðan er 2-2 eins og við erum að taka upp. Staðan 2-2 á 104 mínútur búnar. Adam Árni Róbertsson með 2 mörk og Sigur Arnar með 1 og Róbert Elís Lindsson með 1. Þetta fyrir glæði Vító. Marcel eða hvað hann heitir markmaður, hann er almarkmaður á bekknum ekki? Hann er á bekknum. Já, hann að bróðiðinn hann að Ari Harald Stúfi Pedersen, hann er í markinu. Heiður Harald Stúfa. Já, þeir fengu hann Filip Stuparevic. Já, veistu hvað um þann leikmann eða? Nei, ég veit lítið um það, ég sá bara að hann var eitthvað flottur þegar hann var yngri og eitthvað svona þegar þeir tilkynntu hann, sko. Já, allavega hann að búið að taka hann út af. Já, svo er hérna Liam Dyer Jeffs, spennandi leikmaður líka. Já, hann er góður, sko. Já. Er hann ekki bara fljótur? Er hann ekki bara fljótur? Hann er bara hann æfði eitthvað með mér þarna þegar ég var í IBF og mér fannst hann góður þá, sko, og það er eitthvað ár síðan, hann hlýtur að bætt sér helling síðan þá, sko. Já. Hann er spennandi leikmaður. Sá hann aðeins í fyrra, spilaði mína menn í IR sem þið eru að fara að spila í sumar. Því líka pressan þegar þið komið í Breiðholtið. Það er að vera hann að stúku að rauna. Þar verð ég með minn her. Já. Og bara alveg við ykkur. Damir! Eiður! Ég er að halda ammæli saman dag. Ríf ykkur í gangana! Ha? Ég er að halda ammæli saman dag og leikurinn er. Alveg? Þannig ef við förum ekki með 3 punkta þann, þá verður ekkert ammæli. Já, ok. Herðu, hvað ætlum við að fara í næst? Hverjar eru svona væntingarar, Eiður, í Eyjum? Þú veist, hvað segja Eyjamenn? Hvað vilja þeir núna í ár? Þeir segja ekki mikið, sko. Hvað meinar? Ég held bara að þeir horfi ekki í að þeir fari í einhverja fallbaráttu. Ég held að þeir verði, hugsa þetta meira þannig að þeir verði bara eitthvað sigli leiknan sjó, sko. Ok. Ég held að sé ekkert meira en það, sko. Já, þurfa ekki bara að ná upp góða stemningu, skilu. Alltaf þegar maður spila mútið IBF þá var bara eitthvað rugglu stemningarna, sko. Jó, það er bara algjör lykilatriði, sko. Svo veit maður svo sem ekkert hvernig þetta er, þú veist, það eru margir nýju leikmenn, þú veist, erlendi leikmenn, þú veist, hvort að þeir hafi það, þú veist, að fá upp þessa Eyjastemningu sem er þekkt, sko. En það verður bara komið í ljós. Ég bara gerir mér ekki alveg grein fyrir því. Það sem að tekur mikið eftir eru hrópaköllin úr stúkunni. Þau eru nú stundum ekkert falleg orðin sem koma þaðan. Þetta eru hrópaköll af hólnum. Þetta er hóllinn fræg. Hólnum? Nú er þetta hóllinn, er þetta ekki stúkunni? Nei. Þú vilt ekki lenda í hólnum. Haltu kjaftið hana! Nei, haltu kjaftið hana, aumingi! Stattu upp ræfillin! Það er gaman að þessu. Þessi þáttu byrja vel, allir hlæjandi og á gaman. Hörðu, hvað er næst? Byrju, já, þú varst með það í 10. 10, já, ok. Já, hver eru veikleikar og styrkleikar? Þú veist,
þú veist, veikleikin bara, þú veist, ekki nógu góð byrjunarlið eða hvað, þú veist, hvað er veikleikin? Ég myndi segja, eins og ég sagði núna, ég held að bæði getur veikleiki að þeir ná ekki upp stemningu og svo styrkleikin klárlega stemningin sem alltaf nýja heim. Já. Ég held að sé að sama Robert líka bara Elís- eins og fyrir flest lið sko og svo kannski ekstra mikilvægt fyrir Eyjamenn að byrja vel sko og ná upp einhverju stemningu þannig að því að ef þetta byrjar illa þá gæti þetta orðið bara helvítið þungt fyrir þá. Þetta ég með byrjunina fyrir fram, þetta F á Valur, KR Fram Breiðablik. Ok, hörðu því á, það er, þeir geta alveg inn í fyrsta leik. Já, þeir eru með F á heima, KR heima, Breiðablik heima. Já, ég hef engar áhyggjur IBF, sko. Ég hef engar áhyggjur af þessu. Þú veist, við vorum búin að tala um Liam Dada-Jeffs, það er bara svona spennandi leikmenn. Robert Elís kom hann á láni frá KR og hann búin að skora í fyrsta leikti sinu, eða þú veist svona alvöru. Viggo Valges. Þeir eru að fá tilbaka Ómar Sóf líka. Veitu, hver er Viggo Valges? Segðu mér hans frá honum. Hann er Eyjamaður, bara fór á lán í Njarðvík í fyrra. Ok. Hann er flottur, miðjumaður, bara hrikalega flottur strákur. Hann er one to watch fyrir mér, sko. Fylgist með Viggo Valges. Svo þekki ég auðvitað einhvern stuðningsmann úr Eyjum og ég þekki einn skemmtilega. Hann heitir Víði Þórvara og ég spurði hann út hvað spáir hann. Þá segir hann hann kemur skemmtilegt. IBF er með einn af 3 bestu markmönnum deildarinnar, solid hafsenda, góða bakverði, miðjan með Tomke, Vincenti og Alex Frey, eins og besta í deildinni. Hermann skorar fullt, svo er stutt í Ómar. Ef hann kemst á skrið, þá er hann með betri famur deildarnar. Spá, 7. sæti. Ok. Heiður. Já, eins og ég segi, þú veist, þeir eru með allt í lagi lið, sko. Ég sé þetta ekki gerast, en bara aftur, þú veist. Þetta í 7. sæti eða 12. sæti, sko. Já, ég er að segja það. Ég held að þetta verði algjör pakki þarna, þessi neðri 6, sko. Já. Strákar, eftir að skrifa þetta niðurina, IBF í 11. hjá Eyjamanninum, Eið Aron, IBF alin upp í ES-manninum, með IBF í 11. Þetta bra. Herðu, strákar, næsta lið, við ætlum að fara í Þór. Hvað setjið í Þór og Damir, þú tekur boltan þarna. Byrjum, Eiður, hvað setjið þú Þór? Ég er með það í 9. sæti. 9. sæti. Ok, Damir. Ég er með það í 10. Ok. Ég er með Þór í 11. og ég segi falli. Þú segir að þeir falli, já. Já, ég held að ég fylgdist með þessu liði fyrra. Já. Og ég held bara að þeir hafi ekki styrkt sér nógu mikið. Þeir eru að fá einhvern framherja þannig frá Noregi sem búin að spila mjög lítið sem 2 ár. Já. Og það er eiginlega bara staðan sem þeir þurfa 10+ markmann, eða þú veist, markamann, sko. Og ég sé það ekki gerast. Gústaf Hlyns, Atla Sigurjóns. Svo... Er það nóg? Nei, svo er Ísak Antanga. Já, ég veit ekkert hann, sko. En Svo missaði náttúrulega Baldi. Missa Baldi. Já. En sko... Sem að vann deildina fyrir sko. Hefðu, það fór allt í gegnum Baldi í fyrra. Ég var að lýsa leiknum á IR-velli á móti Þór. Öll hotspinnur, innköst, allt. Baldi á boltan. Bara beint á allt á Baldi. Allt á Baldi. Ég er ekki að grínast þessu. Og ég sagði við Sigga bara, það er bara, þetta Baldi á móti IR. Og hann fór bara að hlæja. Ég var með þessu gæi í vestra, þetta er alvöru, þetta er geggjaður leikmaður, sko. Hann er frábær í fótbolta. Já. En
eins og við sáum í meistarana, þá hann ekki í sín besta standi. Nei, svo eftir á, í formi, sko. Hann er meiri en aðeins eftir á. Hann er 3 hamborgurum og mikið, sko. Þannig að en takt okkur í gegnum Þór, Damir. Sko, þú vilt fá lykilmenn sennilega? Já. Ég er með Atla Sigurjóns og Jan Emanuel Afí, hafsendin. Já. Atli er náttúrulega bara búin að vera eldi í vetur, sko. Og eins og kannski við þekkjum allir, hann er ekkert eðla góður í fótbolta þegar hann er á góðan dag, sko. Já. Veikleikar, kannski breiddin eins og þú segir. Þeir þurfa kannski fleiri leikmenn frammi. Miðjan farinn, Baldur, hann var reyndar að spila frammi, hann vildi ekki spila frammi. Ég skil það. Var ekki voru þið ekki að sæna einhvern gæja frá Þór líka? Jú, Davíð? Rafa. Já. Jú, hann var í fyrra með þeim. Já, hann er góður, hann er mjög góður lengjudildarspilari, sko. Hann er eftir að gera eitthvað góða hluti fyrir Grindavík, sko. Já, svo ertu með unga gæjana eins og Einar Freyr Halldórs. Já. Sem er bara sennilega örugglega okkar efnilegasti leikmaður í dag. Hann og Káringun ungi, sko. Þannig, Já, Sigur Breki eða? Já. Og þú veist hvað gerir síðan ef Aron Einar kemur heim? Þá myndi ég ekki vera með Þór í 11. sæti, sko. Nei. Þá myndi hann fara í hafsendin. Þá fer hann kannski í hafsendin eða djúpur miðin eða eitthvað. Maður veit aldrei. Nei. En það eru alltaf komnir leikum sem eru uppeldir í Þór og Þórs hjarta og vita hvað þetta snýst um. Já, Atli Sigurjóns mikið meiddur í fyrra, Kristján Hlinsson kom í vestra, Eiður, þú veist, stóð sér vel til að byrja með hljópis og titlingur hana, svo fór þetta aðeins að dvína þegar á leið mótið, segð okkur aðeins Kristján Hlins. Þú veit að Ágúst Hlinsson, sko, þetta bróður hans er í Ajax. Tala bróður hans, sko. Ég meinti Ágúst. Já, ég fyrir ekki ég var að fjalla landsliðum dæma. Hlinsson maður, Ágúst Hlinsson, já. Já, ég er með Atla sem bara lykilmann og ég setti mitt Gústa sem bara svolítið X-faktor, þú veist, í þessu liði. Hann getur náttúrulega verið bara frábær og er náttúrulega algjör hlaupa vél, sko. Ég held að það sé ógeðslega mikilvægt fyrir Þórsarana að vera með eitt svoleiðis gæja. Bara í einhverju svona barningur en að hlaupið í lið, sko. Þannig að hann er bara perfekt fyrir þannig fótbolta, sko. Já, og svo er það gerðugrassi, nei ekki? Ég held að það sé búið að setja gerðugrass. Nýr völlur. Siggi Hölskulls, náttúrulega með reynslu og þessari deild, Damir. Er þetta ekki maðurinn til að halda þeim uppi? Þetta er held ég maðurinn sem að getur haldið þeim uppi, sko. Já, ég er saman. Geggjað þeim. Bara, þú veist, topp maður líka sem að heyrir á norðan, sko. Já, ég þekki hann persónulega, hann er virkilega bara það er allir sem segja Siggi sé besti vinur sinn. Siggi, besti vinur minn. Ég heyrt líka bara að gefa hann 10 ára samning, sko. Er hann besti vinur þinn? Já, Siggi Bösku. Nei, allir sem ég tala segja besti vinur sinn. Já, Siggi Hösku, besti vinur minn. Þú veist, Baldur Borgars, já, Siggi Hösku, besti vinur minn. Leon hérna sem var í þættinum minn daginn. Já, besti vinur minn, Siggi Höskuls. Þú veist, það er bara allir besti vinur hans. Já. Hann besti vinur annars, skilur. Svo fáið lykilmann Eimið, Eið Ben. Nú, já, Eið Ben, já. Það er náttúrulega mikið liðstyrkur. Rændunum á okkur í Breiðablik. Já, hann er náttúrulega, var hann ekki bikarinn með honum Halldóri? Jú, hann var með okkur. Nei, hann var ekki með okkur. Hann var ekki með okkur? Var það Eyjó? Já, með okkur, ok. Eyjó Eiður. Eyjó Eiður, já. Hvað fleira Þór? Hverjar eru væntingarnar og pressan, Damir? Ég held að við getum alveg sett pressu og Þórum að halda sér uppi, sko. Sveinn Elías Jónsson, vinur minn, er formaður, hann gerir kröfur að Þór haldi sér uppi. Já, svo heyrum maður það að stjórnin, skilur sem er hann í klúbnum og baki klúbin, séu bara algjörir meistarar og eru bara að reyna að gera allt sem hægt er að gera. Já, þetta er svolítið svona vina stjórn. Já. Ég skal meina. Hvað fleira? Hver eru veikleikanir hjá Þór?
Spyrir mig? Voru ekki svolítið Taktu boltan. að kofra það, eða hvað? Jú, Hverju við voru vorum að segja reglurnar? það. Það var bara kannski vantaði meira fram á því. Breytar. Og hérna, En við vorum að sæna strækir. já, þú sagðir hann getur ekki neitt. Ég sagði það hann Davíð, ég sagði það ekki, hann búin að spila ókslega lítið, hann búin að skora ókslega mikið, sko. En það er bara spurning, mér að haldast hann að heilla á ykkur gervigrassi. Hvaðan Já, er þessi þú strækir? var það. Hvaðan er hann að koma? Normaður. Þetta er Normaður Sebastian Haugland búin að spila í B-deildinni í Nóri. Já, hann var eitthvað orðað við Breiðablik, svo veit ekki hvað gerist þar. Hann endaði Þór. Já. Herðu, Einar Freyr Halldórsson, þú varst búin að tala um hann er svona one to watch. Já, Ég sett að veikleika verið varnarleikurinn. Já, Þór. varnarleikurinn. Já, þú veist, hann Afi sem var Það vantar breytt þar líka, skiljum. Já, þú veist, það vantar ekki, þú veist, ég veit það ekki, hann er góður í þessi Afi hann eins og þú segir, Já, og svo er þau með svona reynslu minni menn í bakvarastöðunum. já, með Kristjáns og Ragnar, Já, Óla Ragnars. já, þeir eru menn sem er ekki múin að spila í bestildin áður og kannski taka ekki vel í mótlæti, eða illa gengur. Nei, en maður veit aldrei, kannski springaði bara út sem. Já. Hörru, hvað segja stuðningsmenn? Óðinn Svan Óðursson, oddviti L-listans. Auðvitað fær maður celebrities. Þú segir, Þór endar í 7. sæti í sumar. Fólk er að vanmeta hvað eru með sterkan og góðan hóp. Svo er mikil stemning í þorpinu. Og þegar sú orka blandast við gæði, þá verður erfitt að stoppa Þór. Já, ég get alveg sammálað þessu. Það er alvöru stemning alltaf þannig hjá þeim. Já, þeir mjög Er þetta ekki svolítið svipað og með IBF bara að ná upp þessari stemningu, eða? Jú. Jú. Bara klárlega, sko. Það var Mjölnismenn er með svakalig stuðningsmenn. Eins gott, ef þeir væru bara í Mjölnismenn bara berja alla á leikinn. Þú veist, Mjölnismenn er að koma, já bara beint og Mjölni, bara beint og Hlíðarenda, veistu hvað að meina? Herru, þá förum við í FH. Hvað setjið FH? Ég var að 10. sæti. Aron, FH 10. Þú ert með 8. Damir. Ég er með 8. já. Ég skal taka FH. Ég setti að leikmenn eru Baldur Kári Helgason, Kjartan Kári og Jökull Andrisson. Sammála. Heiður, sammála? Já, með Kjartan Kára og Jökull. Jökull er drullugóður markmaður. Ég veit það vel eftir að hafa fylgst með honum hérna í Mosó í fyrra. Hann er það. Og hann getur átt ein og ein mistök, en líka markmaður í BF. Hvað heitir hann áttur? Aron Marcel Boldasbúli. Þetta var hárrétt eða sko. Takk fyrir, þetta verður klippa. Herru, Jóhannes Kall, hann hefur komið með einhver nýja nálgun á þetta lið hjá FH og er eftir að koma ljós hver hún verður. Þetta er mjög áhugavert hvernig þetta þróast hjá honum. Ef illa gengur í byrjun, það geti endað illa. Það geti, þú veist, að búið gagnrýna nógu mikið og ef hann byrjar illa þá geti byrjast að koma svona einhver snowball effekt, sko. Hvernig finnst ykkur, byrjum á þér, Damir, hvað finnst þér um hann að Bödda Löpp dæmið og allar þessar breytingar kringum klúbbinn? Sko, ef þú ætlar að fara í eitthvað svona stefnubreytingar, ef þú ætlar að spila ungum leikmönnum alltaf, þá þarftu að hafa einhverja eldri í bland við það. Og þeir virðast ekki alltaf að gera það. Nei. Og Böddi er bara risa karakter og með F og hjarta og Björn Daniel er farinn líka. Já. Þannig að vantar leiðtoga. Og fleiri en einn. Byrjunarlið eins og það er núna, það er bara mjög ungt. Kannski þeir sem eru með reynslu úr eftirdeild er bara Ísak og Kjartan Kári. Tómas Orri átti tímabili fyrra. Já. Birkir Valur. Já, Birkir Valur, er hann ekki með eldri hana?
Jú, hann með þeim eldri. Ég skil ekki út Ef af hann ekki, ef þetta af hverju hann ekki byrjar eitthvað illa hjá þeim, þú veist, þá yfirleitt svona eldri leikmennir sem svona aðeins stígu upp, sko, en hvað, þú veist, ég sé bara ekki hver í þessum leikmannhóp á að gera það, sko. Nei, Nei, þetta Sverrir Páll kominn, Adolf Daði frá Stjörnunni. Þetta bæði ungi leikmenn, en Sverrir hefur nú alveg reynslu úr efstu deild. en þessi Tobias Karlsson, er það einhver, er þú að sjá eitthvað á honum? Nei, en það sem ég heyri þá er hann bara víst frábær. Já. það Breiddin hafsend? Þetta er hann sem er leikilmann, sko. Já, það er afsend. Þannig að breiddin er ekki mikil, Nei, samkeppnin Breiddin er ekki- stöður kannski minn en áður, það ekki? Já. Þannig að Minn en áður. það, þú veist, ég veit ekki, ætli, ef FH lendir í einhverju neðarástandi, er það ekki bara að ringja í Damir og Eið? Ég er á föstu. Ég er ekki að fara neitt, sko. Já, núna er það þjálfarar og liðin ykkar mjög ánað. Eins og þú segir þá er hérna FH búin að fá bara flotta leikmenn, Tobias Karlsson, Adolf Daða, Kári Kristján kom frá Þrótt. Já, Árna Borg, Já, þú veist, verður hann heill. þetta er alveg fínt byrjunarlið, sko. Já, svo ertu með einn ungan Gils Gíslason, sem er búin að vera frábæri vetur. Já, Gils Gísla En það er kom á bara láti. Já, Já. það er ekki hægt að setja pressu á svona unga stráka til þess að... Nei, Ég skil ég veit. ekki hvernig þeim dettur í hug að láta Braga fara frá FH. Já, það er, já, Ég ég skil það ekki heldur. Hann er búin að vera hjá okkur núna í Hlýtur að fleiri vera viku tíma ánægður með og það. mér finnst hann alveg frábær, sko. Ég bara skil því ekki. Já. Íringur. Já, já. Bombuskólinn eða? Það er komin til þín, sko. Hvað segir þetta mér? Hann segi að Eiður á kvartar að láta hann fara, hann fór til hans. Já, Nei, ég þakkaði fyrir, sko. Ég veit ekki hvað menn er að pæla, sko. Menn er eitthvað rugglaðar hérna, sko. já, Bragi, sko, hann líka bara góðu karakter, sko. Góðu leikmaður og góðu karakter og Bara geggjaður, sko. með hausinn í lægi og hérna, alltaf stutt í gríni á Braga-kallinum, sko. Sónar hans Adda Viðars mættur líka. Já, hvernig er hann? Hann á að vera mjög góður. Hann heitir Já. Viktor, eða ekki? Jú, ja, Viktor jú, Nói. Viktor Nói Viðarsson. Hann er Já. greinlega sama pappa. Já. Það er svo fyndið. Þú tekur sama eftirnafn í Belgíu. Hvað rugl er það? Já, Viðarsson, já, þetta er bróðir. Nei, þetta er sonu minn. Þú veist hvað? Nei, ég ætla ekki svo að segja það sem ég er að hugsa, sko. Þannig að hvernig er pressan á Jóakalla, Damir, hvernig heldur það verði? Það er alvöru pressa á hann. Hver heldur að sé svona væntingar hjá FH? Já, þú veist, bara sem er stjórna liðinu. Væntingar hjá F og náttúrulega bara, þegar maður sjálfur spila á móti F og fyrir einhverjum árum síðan var bara vinna. Það var ekkert annað í boði. Það er ekkert annað í búið. Og hvernig er það í dag? Ekkert annað nema að vinna, skilju. En hvernig er það í dag? Það getur ekki verið sama stað í dag, sko. Nei. Það bara lítur ekki út fyrir að vera það. En það Hvað- er pressa, það er stuðningsmenn og fólki í Hafnarfirði og þú veist, það er einhver reiði þarna í gangi, sko. Sérstaklega eftir þetta dæmi. Já, þú veist, eins og Eiður talaði, það er Don Corleone er að stjórna hana. Hann hérna, hvað heitir hann? Jón. Já, núna. Þú veist, hver stjórnar hana? Hver stjórnar hann í Kaplakrika? Er það Davíð Viðars? Er það pabbi hans? Er það Jón Jónsson? Er það Frikki Dór? Þú veist, hver ræður hana? Þú veist, þetta er, þú veist, Frikki Dór fór hana í þátti Fótbolti.net og var að tala um að Heimi Guðjóns væri bara eitthvað pabbi og mamma og svo hann átt að redda hlutunum, svo átti Jói Kalli bara að koma inn og fara að búa til eitthvað nýtt. Þetta er svo mikið disrespect. Já, en það er eins og sé, þeir eru að fara í þessa stefnu og hún tekur 4 til 5 ár.
Þú veist, hvað gerist á þessu 4-5 árum? Heldur að Jóhannes Karl Guðjónsson verið ennþá þjálfari eftir 4-5 ár? Já, það bara frábær spurning hér. Eiður, komdu með bara real talk, komdu með hann. Verður hann þjálfari eftir 4-5 ár? Nei. Hann verður þjálfari, já. Já, verður hann þjálfari FH? Ég sé hann ekki, ég held að Eiður. þetta fyrsta ár skipti ótrúlega miklu máli fyrir hann. Og ef það fer illa þá sé ég ekki... Já, þetta var svarið. En ég meina, fólk vildi reka Óskar Hrafn þegar hann tók við Breiðablik, sko, fyrsta árið. Þeir vildi reka hann bara eftir 6 leiki, sko. Nú er það? Já, það var bara umtalan það að Óskar ætti verið að rekin og eitthvað. En það, búst, bara við hvernig fótbolta hann vildi spila og hvað hann vildi gera, skilju. Já. Hörru, einhver spennandi á FH, það er bara Gils náttúrulega kom að lán hjá IR fyrir, ég veit alveg hvað hann getur, hann góður fyrir 2 árum hjá IR. Já. Hann átti ekki sitt besta tímabil í fyrra en það kom hann inn í mjög erfiðar aðstæður. Þannig að ég ætla að gefa hann slaka. Hann er búinn að standa sig vel á undirbúningstímabilinu og það er bara björt framtíð þar. Svo er Tómas Orri Róbertsson. Já, Tómas Orri, mér langar að setja smá press og Sverri Pál líka, sko. Það er komið tími til að... Já, ég er sammála, ég er spenntur að sjá Sverri að mér. Og sýni hvað hann getur, sko. Geggjaður leikmaður, sko. Já, þið eru hrifnir honum. Já. Okay. Ég veist það flott, sko. Það er bara gaman að þessu strák, sko. Er þetta karakter eða? Já. Þetta er geggjaður gæi. Er hann skemmtileg? Þetta er alveg töffari, sko. Já, ég þarf að fá hann einhvern tímann í þáttinn maður. Ég þarf að fá svona 2 hressa eins og ykkur. Fá hann kannski, reyna að bæta veinum glugga henni í forritinu. Allir að fá sér einn ískaldan. Hvað segja stuðningsmenn? Karl Brynjar Björnsson fyrir leikmaður FH. Hann segir, þetta verður verulega lélegt tímabil hjá mínum mönnum. Miðað við sem ég hef heyrt í kringum klubbinn, þá eru menn ekki sáttir með hvað hefur gengið á eftir Heimi. En vonandi nær Jói að tróða sokk upp í mig. Ég sé þá bara ekki gera neitt með 0 leiðtogi í liðinu, eins og því voru að tala um. Verða bara að drullast til að halda sér uppi, markmið tímabilsins, að drullast til að halda sér uppi. Stuðningsmenn eru bara vonast til að halda sér uppi, bara staðan er þannig. Já, það er ekki gott, sko. Nei. Nei, þetta er svo langt frá í FH sem maður þekkti hérna fyrir nokkrum árum, sko. Þetta er bara svo, það er bara heimur að hafa á milli, þú veist, umfjöllunum í kringu liði, þú veist, núna og bara fyrir nokkrum árum síðan. Það er bara, við erum að tala um að halda sér uppi, það er bara... Já. Það mæti krika fyrir nokkrum árum, sko. Það var bara erfið sem að gerði, sko. Já, maður var að vinna 2-0, maður vissi alltaf að þeir væri að fara að koma tilbaka. Já, FH eru svakalegir á heimavalli. Þú veist, þeir eru svakalegir. Þá förum við í næsta lið og það er Káa. Damir, hvað settur þú Káa? Ég er með Káa í 7. sæti. 7. sæti, Eiður? Ég var með Káa í 7. sæti. Sæk! Ég held þeir nái efri. Ok. Káa, hver eru þeir hérna? Segið bara hvort að þessu sammála mér. Lykilmenn, Hallgrímur Mar, Daniel Dejan Djuric, Diego Montiel og Jeppe Pedersen. Eiður, þú þekki náttúrulega vel þessar síðast nefndu hana, Montiel og Jeppe. Eru þeir að fara að styrkja þetta lið? Já, 100%. Þeir eru ógeðslega góðir í fótbolta og mér finnst Hans Viktor líka mikilvægur í þessu lið. Ég held að ég er með hann sem lykilmann í þessu lið ásamt Hallgrím Már en Diego Montiel og Jeppe, þeir styrkja þetta lið heilan helling, sko. Þeir eru alveg leikmenn. Damir, ertu sammálaðið sem lykilmönnum, hvað varst þú með hana? Ég var með Hallgrímur Már, Djuric og hann Hans. Já, Hans Viktor, Fjölnismaður er knái búinn að vera mjög góður hana.
Þeir eru búin að fá hérna Samuel Krón líka frá Svíþjóð. Já, býtu í hvað stuður hann aftur? Sveinn Margeir kominn aftur. Já, Sveinn Margeir, já. En hvað er þessi Krón? Í hvað stuður hann? Hægri bak? Nei, nú dætti Eða hægri kantur? mann ekki alveg. Nei. Já, hægri Hallgrímur kantur. Kom frá Svíþjóð, hann spilaði ekkert fyrir Örebro. Já. Já, hann kom frá Svíþjóð. Jú, hann var hjá Örebro. Þetta hann. Já. Já. En þeir eru búin að missa Ívar, Bjarnaðarsins, Römer, Birnir, Já. Ingimar Já. Döri. Og það er helviti dýrt að missa svona leikmenn. Og Hallgrímur- það vantar Hafsend. Já, Hallgrímur Jónasson, ungur og hreinskilinn þjálfur með tröll og trú á sinni vegferð. Hann breytir nánast aldrei byrjunarlið. Hann er búinn að Nei. vera síðustu 2-3 ár, er hann bara búinn með sömu leikmenn. Hann er þarna, hann gamli hérna, hvað heitir hann að þurr? Hann Rodri. Rodri er bara að fara að spila hann yngri en ég og Damir, eða? Jú, hann er yngri en við, sko. Nei, Jú. er ekki 39 ára eða eitthvað? Nei, hann er, ég held að þessi 90 Talar eitthvað gamlan, sko, hann er einhverjum 2 árum yngri en við, sko. Já, ég kann að segja ykkur það að hann er svona 1000 sinnum hægar en þitt tveir. Og það er svona aðal máli sem ég er að segja hérna. Já, en ég er sammála, það vantar hraða Já, í kallinu. Við spilum við hann ekkert í vetur, það vantar hraða hjá þeim. Það er gott að Grímsi er bara ennþá 18 ára, sko. hann er í hörku standi, helviti. Já, Þarna káamenn hentu í 18 millur í Djurits. Er hann þess virði, strákar? já, ég veit ekki hvað er rétt og hvað ekki í þessu með þennan pening, sko, en hann hafnaði alltaf að Breiðablik og fór í Káa. Og Já, þú veist, hvort það séu 10-12 mörk í honum veit ég ekki, en hann er geggjaður leikmaður og ég fagna því að hann sé kominn aftur í deildina. Það er þess að krydda upp á deildina, sko. hann gerir hann að litrika. Já, heldur betur. Bróður hans líka. Bróður hans verður hann á fremsta bekk. Bróður hans er að þjálfa með mér í 4. flokki á Hauk. Í alvöru? Já. Ok, Nikola. Já. Heitir það ekki? Jú, það er toppmaður. Ég var með hann á KSÍ námskeiðum daginn, hann Níko. Og hann sagði mér að aðstofþjálfarinn þáttu bara að sitja á bekknum og grjót halda kjafti, sko. Veistu hvað? Ég er rosa gaman að þessu gaur. Þessi Já. bræður eru algjöri toppmenn. Ég þarf að fá þá í þáttinn. Ég þarf að fá þá 2 og steikja í þeim. Já, Steikja. og það saman, sko. Já, fá þá saman. Fá þá bara í setti með þessi. Herru, En það sem ég ætlaði að segja var að þeir hafa byrjað mjög illa síðustu 2 tímabil, Káa. Ef það byrja vel, þá sé ég að fara ofar í töflunum. já, og þú veist, þeir hafa alveg verið með gott lið og þeir hafa alltaf brugðist við. Þú veist, Birnir Snær í fyrra borguðu, þú veist, tvílíkan pening til að fá hann bjargaði þeim. Þeir eru svo vestri reyndi að gera þetta líka með hann hérna Eið, já. Nei, þannig að hérna ég ætlaði að segja Hlinsson, sko. Já, Ég man aldrei hvað hann heitir. Ágúst. Ég er bara með Kristján í fokkin heilanum. Kristján Hlinsson. Ágúst fokkin Hlinsson. Fokkin haltur hérna inni. Herru, One to Watch, Valdimar Logi Sævarsson, Mikael Breki Þórðarsson. Sammála því? Já, sammála því. Djuric. Já, ég sammála. Hvar er veikleikin hjá Káa? Er það ekki vörnin? Hann vantar Hafsend. Vantar Hafsend. Eitthvað annað? Hraða. Og hraða. Veitu, Djuric, hraði. Já, það er bara, veist, engin með hann. Hallgrímur Mar, hann er ekki hægur það. Já, en Jeppi, þú veist, Jeppi er ekki frammeri sem er að fara að hlaupa á bakvið endalaust, sko. Nei, hann spilaði meira fyrir okkur í vestra, þá var hann bara svolítið að tengja milli varnarna miðju, sko. Hann er engin framherji að nála því, sko. Nei, mitt. Eiður, er þetta helviti stani eða? Þetta er alveg Dani, sko. Hreinræktaði Dani, Hreinræktaði Dani. Herru, hvað segja stuðningsmenn?
Hvað segja stuðningsmenn? Ég spurði Harald Örn Haraldsson vinn okkar, hann Damir, sem var að stjórna okkur þarna í fótboltanördunum, það sem þú vannst með 22-19 og ég er ennþá við martraðir að tapa þessu. Ég hefði átt að fara í 3 stigin og fara í framlengingu, en ég klúðraði þessu. Ég kláraði þetta alveg fyrstu 5 spurningum. Ég veit það, maður. Ertu búin að keppa aftur? Ég er að fara að keppa á móti Gumma Magg eftir helgi. Já, sigur á móti hann að vinna sinna Eiðs. Gummi var eitthvað að væli honum á Spáni að ég hef verið eitthvað að tala illa um hann. Það er ekki eður. með peningin á bílinn. Ég er búin að gera líka með hann að þú settir húsbíl og Já, fann þetta á Instagram. Ég var að reyna að finna rétta bílinn. Kom hann einhver lata sport þarna og einbýlishús og hvað segir Haraldur Örn Haraldsson? Hann segir 7. sæti spáir hann. Ef allt gengur upp þá eigum við séns á berjast Evrópu. En svona raunsætt er þessi hópur solid mid-table. Erum við svakalega gæði fram á við og fína miðju. Miðjusvæðið er hins vegar þunnskipað og hafsendanir. Sé fyrir mér mjög skemmtileg leiki fyrir norðan en töluverða sveiflu í úrslitum. Er þetta ekki bara hárrétt hjá honum? Jú, ég held að hann bara er 100% rétt hjá honum sko. Hvað, hefur fórst eitthvað eða? Nei, það næstu. Svartu skjár hjá hann. Hanskotan. Þannig að næsta lið. Þá tökum við fyrir Ía. Við erum komin í Ía. Erum við komin í 6? Nei, ég bara segir liðið og þú segir mér bara hvað sætið er í. Segðu mér Ía, hvað situr þú þá? Ég er með þá í... Hvar er þér? Ég held ég að vera með þá í 5. sæti. Eiður, hvað er Ía hjá þér? 5. sæti á þér? Ég er með í 4. sæti. Ok, 4. sæti Ía og Damir með það 5. Sagður það? Já. Ég er með Ía í 7. sæti. Já. Og ég held að Lárus Orri ráði ekki þetta verkefni. Það er bara sorry. Og Já. Þannig að En þeir hafa fengið inn alveg leikmenn. Já, förum aðeins yfir þetta. Leikir leikmenn, Guðmundur Þórarinsson, Viktor Jónsson og Gísli Eyjóls. Eru sammála því? Sammála því. Rúna Már er líka leikmaður í þessu liði sko. Já, ég var ekki með Gumma Dóta, ég var með Rúna Már. Já. Ok, Rúna Már samt, er hann ekki að spila hafsend? Hvað áttu við að meina? Talaðu 2 hafsendar sko, þetta er ekki... Strákaðar. Já, ég veit það. Rúna Már er, þú veist, hann er ekki hafsend. Hann er að spila hafsend. Hann er fínt í hafsend í fyrra. Já, ég veit það, en það var bara einhverju panik hann í fyrra til þess að halda sér uppi. Þá var Rúnar farður að neðst niður. Heldur menn sé ekki búin að finna upp veikleika núna? Rúnar á ekkert að vera hann aftast. Þetta er miðjumar. Hvað ætlar að hafa hann í hafsend? Norska hann heiti hvað? Norska og Baldvin. Heitir hann ekki Baldvin? Já, þeir eru alltaf með 3 tilbaka. Já, er þið 3 hafsendar? Nú, er þið 3 hafsenda? Já. Ennþá verra, 100% 7. Það gengur ekkert, strákar. Böddi Rúnar og hann ég man nú ekki hvað hann heitir. Damir, 3 hafsendakerfi virkar ekkert í dag. Það virkar ekki. Strákar, sjáðu Tútorinn, sjáðu Ends, Posinoglu, sjáðu Amorim. Á ég halda áfram. Þetta gengur ekki upp. Já, en svo spurninglega hvernig Gísli Eyjólfsson verður. Já, hann ekki, þú veist, hvað, er hann búin að hægjast eitthvað á honum með það? Nei, það er bara, hann spilar allt öðruvísi fótbolta með Breiðablik og hann er að fara að gera með Ía. Nákvæmlega, og hvað stuð er hann að spila hann á Ía? Er hann alltaf ekki mitt? Miðjum en, já, Blikum á bara áttir að gefa boltan og Gísla og hann sprengdi upp leikinn, sko. Það er svoleiðis, ok. En þú veist, þeir spila náttúrulega allt öðruvísi fótbolta Ía en Breiðablik, þannig að hann verður kannski svona minna í boltanum og kannski aðeins aftar á vellinum. Eiður, hvað sér þú í þessu liði? Hvað er svona sérstakt við Ía? Út okkur setur í Ía í 4. sæti? Ég held að þetta bara eftir að smella hjá þeim.
ná Viktor í gang, þá verða þeir bara helviti öflugir, sko. Ég setti nákvæmlega Viktor þarna sem lykilmann, hann þarf að skora meira fyrirpart móts en í fyrra. Hann var ekki mjög góður í fyrra. Viktor bara, hver betri en Viktor? Patrik Pettersen og hver? Engin? Nei, Þeir mér dettur enginn í hug. Jú, hann Emil Atla og hann og Andri Rúna bróður hans á bekknum. Lára, sorry, ég segi að muni ekki að höndla þennan hóp. Hann hefur aldrei verið með svona hópa og ég veit alveg að hann Árus ógeðslega harður og töff, skilur í skopparabuxunum og sítt hár. En þú veist Svo ertu með aðstoðarmanninn sem ekki með hár. Já, en allavega þá hann að fara að díla við karaktera. Hann með Bödda fucking Löpp, hann Gumma Tóta, hann með Gísla, hann með fullt af einhverju stórstjörnum, hann með Rúna Már. Hvernig ætlar hann að ná chemistry með þetta lið? Haldið þið að hann ná chemistry með þetta lið? Eiður, heldur það? Ég held það, sko. Ég held að þetta sé þessi strákar, þetta engin bad boys, sko. Þeir hlusta bara á sem þjálfarinn segir. Ég held þeir allt einhverjir prúðu strákar og það engin þessum gæði með eitthvað vesen, sko. Engin bad boy? Ég held að það engin bad boy. Engin bad boy? Engin bad boy, sko. Það engin bad boy? Allt svo prúðir strákar. Þetta allt prúðir strákar, sko. Þá þetta hundlegelt lið. Hörðu, eins og ég segi þá það er búin að fá helviti góða leikmenn. Það gífurleg press á Lárus að ná Evrópusetti. Ég held að það sé, það hlýtur á raunin. Lítið veikleika, ungi leikmenn, Gabriel Snær, Haukur Andri, einhverju fleiri sem dettur í hug. Gabriel Snær, hann helviti góður, sko. Já, með Gabriel Snær og Haukur Andra. Já. Þannig að, en hvað munu þeir fá að spila mikið eftir að allir þessi nýju leikmenn hafa komið inn? Ég held ekki. Haukur Andri að fara að spila fullt. Ég veit, Gabriel Snær mun koma á bekknum. Já. Við voru ekki að fá líka hann Ellertsson, eða hvað hann heitir? Mikael, nei, bróðir þeirra. Bróðir Mikael, Markus Ellertsson, þú veist, hann aldrei fara að starta. Það er bara rotation player, sko. Það hefur verið bestu kaupin á þessu öllum. Aha? Já. Ok, það kemur bara í ljós. Skagamaður sem að sagði með það, þetta hefur verið bara bestu kaupin á þeim öllum, sko. Ok, þú vilt ekki gefa upp sorsin eða? Nei. Förum í hvað segja stuðningsmenn og ég fekk Indra Áka Þorláksson fyrir leikmann í að spá. Hann segir ég spá í 7. sæti, sterkt byrjunlið, komnir fleiri topp leikmenn, Steinar í toppstandi, mikill metnor og félag sem veit hver að það vill enda, topp 4. Gallar, ekki mikil breytt með stærstu liðin, hafa losað við sig margar leikmenn og menn sem eru á bekknum hafa ekki spilað mikið efstild með í síðustu ár. Hafsendaparið hefur ekki spilað mikið saman. Rúnar, frábær leikmenn, ég veit ekki hvort hann og Baldvin eru sterkt hafsendapar, takk fyrir. Árni Marino hefur vantað meiri stöðuleika. Já, hann að tala með eins og þau séu 4-4-2 eða 4-3-3. Þannig að hvað var ég? Já, Baldvin Árni Marino hefur vantað meiri stöðuleika en getur verið mjög góðu markmaður, spurningamerki. Eru ekki með neitt varnarsinnaðan djúpað miðjumann. Verður það vesen? Já, til Gumma Tóta ekki verið nákvæmlega nægilega varnarsinnaðan. Úrslit á undirbúningstímabilinu upp og niður. Ía eru vanir að vera með gott undirbúningstímabil þá aðalinn í Höll. En hafa verið að tapa móti Aftureldingu og gera 2 jafntefli gegn FH, tapa móti Þór, gera jafntefli líka við Þór, leiki sem þeir myndu vanalega vinna á undirbúningstímabilinu. Þannig að hann segir 7. sæti, það getur hann alveg gerst. Þeir spurðu held ég leikmenn að hverju vilja fara norður að spila, sko, svo allir bara, ég vil ekki fara. Það bara, þetta er eitthvað svona skrítið dæmi, sko. Já, er það eitt af svoleiðis dæmi hjá Ía? Já, þetta var eitthvað skrítið, sko. Leikmenn fengur bara að velja hverju vildu fara að spila. Það var nú bara að leggja niður hann helvítis lengjudeilda byggar. Geta alveg sér með eitthvað æfingamót í staðinn, bara í Reykjavík. Já,
hvað, ég er 36 ára og spilaði bóðan daginn, sko, bara ekkert vandamál, sko. Já, hvaða, það svo valsar, neittu að koma hana og koma með einhvern annan flokk, þú veist. Það er búið að drulli við Val, þú veist, það verður myndað mér á Hlíðar þetta sko að bara banna innkoma. Ég er búin að drulla svo mikið við Val, bæði handbolta og fótbolta, að ég hatar á Hlíðar þetta. Herru, næsta lið, KR, Damir. Ég er með á í 3. seti. Sæll! Shit! Já. Heiður. Ég var með það 5. Herru, ég er með KR í 7. Ég er með KR í 7. Aron með 5. og Það kalla mig Aron, maður. Heiður Aron, fyrirgefðu. Það er eitthvað í þessu glasi þarna? Herru, Heiður Aron er með í 5. Þú ert með í 3. og ég er með það í 7. Herru, Damir, fara þess með yfir þetta, hverju líkilegmenn? Aron Sig, Arnur Ingvi og ég er með Eið Gauta líka. Ég er með þess 3 líka. Herru, ég líka. Ángrís, og ég bætti samt að Finnur Tómas þarf að stíga upp í ár. Já, ég er búin að býða Já, eftir honum sko bara í 5 ár. Þú veist að byrja vel, svo bara einhvern veginn. Hann var geðveikur 2019 þegar ég unni. Já, það var besta tímabilið. Svo bara eins og í fyrra, fyrir parturinn á mótinu var hræðilegur. Já, en svo meiðist hann eitthvað líka og þú veist, þannig að maður veit ekki alveg hvernig hann verður sko. Óskar Hrafn verður forvunlegt að sjá hvort hann spilir til sigurs eða setja leikinn upp til að vinna hann eða hugsa fyrst og fremst að spila skemmtilega fótbolta. Þú veist, hvernig haldið að vera með svona háa línu eins og í fyrra? Held ég. Já, ég held að. Sko, ég held þú þekkir ekki Óskar nógu vel sko, ég held að vera ennþá meira núna en það var sko. Það er bara gaman. Það verður bara gaman að sjá hvort það virki. En þú veist, það er laga varnarleikin aðeins. Já, ef að læra frá tímabili fyrra og hitti fyrra, þá verða þeir svakalegir. Sko. En er þetta ekki bara spurning að vera fljótið tilbaka það? Jú, þeir eru líka með markmanninn upp á miðju, sko. Bókstaflega upp á miðju. Hvor markmanninn haldið þið? Já, hvor markmanninn finnst þér að þú veist, það er búin að 50-50 hverju að fara að byrja í markinu hana? Já, Dóri eða Arnar, já. Þú veist, hvor er betri í þessu systemi? Þú veist, Arnar er í báðu góður í löppunum. Óskar sagði nú einhverju viðtali fyrir, kannski 2-3 vikum síðan að eins og það var Arnar markmann nr. 1. Já, talaði hann ekki þegar ég sótti síðast markmann frá Háka og þá unnu þeir eitthvað. Já. Jú. Beitir Ólafsson. Alveg rétt, Beitir, það er legend. Breiddin er fín, þetta er svipalega í fyrra. Núna fá Sigurður Breki og Alexander Pálmason meira að spila. Hafið þið spilað eitthvað á móti þessum 2 drengjum? Já, ég spilaði bara fyrir stutti síðan, sko. Já. Og ég held að Sigurður Breki sé bara númer 1 á blaði hjá Óskari, sko. Það er svoleiðis. Já, ég held það líka. Er hann, þú veist hvað spila, hægri kantið eða? Já, bara kemur inn á miðju og bara út allt, sko. Þeir eru bara allir út allt. Já, okay. Það er allt flæðandi í þessu, þú veist, þú ert bara, þú settir fram og þú ert bara út allt, sko. Þú þarf sem sagt að vera í standi til að vera í þessu liði. Já, og ég veit það líka að þeir æfa mikið. Svo erum við þjálfur sem að getur bara selt þér allar hugmyndir sem hann vill, sko. Já. Þú berð hann söguna vel, hann Óskar. Já, heldur betur. Náttúrulega ég vann með hann smá í Vís á sínu tíma. Hann er mjög skemmt að tala hann. Ég held að hann fær leikmynd bara til þess að hlaupa gegnum veggi fyrir sig, sko. Já, eins og ég segi breiddin er fín. Alexander, sonur hans Pálma, er að fara í Nordsjælland. Ég veit ekkert hvenær hann gerir það, en hann hefur verið að starta hann eitthvað í undirbúrstímabilinu. Já, hvort ef hann byrjar að spila vel og stendur sig vel, þá held ég þetta að vera sennilega bara eitthvað svona lánan tilbaka í KR, sko.
Já, það var ekki ekki Já, Herðu, Arnór Ingvi kominn, Hrafn Tómasson kominn aftur láni á Þrótt. Þetta svona aðal, þú veist, 9 skiptin. Það voru náttúrulega leikmenn sem komið hann mitt tímabil í fyrra. Hafsendinn hann finnski líka mjög góður. Já, hann Akoto, minnum Já. við Galdur. Mér finnst það, hann góður, sko. Já, hann mjög góður. Hann breytti svolítið liðinu hann í lokakaflanum í fyrra. Bróðir hans kominn líka hann, held ég. Já, getur verið. Held ég, sko. Já, ég held það. Galdur, Orri Kjartas, Amin Kosic. Þetta eru góði leikmenn. Þeir komið hann mitt tímabil. Menn gleyma þeim svolítið. Já, þeir eru ógeðslega góðir, sko. Amin líka núna ári eldri og fekk smá reynslu fyrra. Já. Hann geti orðið bara mögulega einn af þeim bestu í deildinni í sumar, sko. Hann virkilega sterkur einn og einn. Já. Hver pressan, Eiður, í Vesturbænum? Ég held að sé bara top 6. Ekki meira það. Ég veit það ekki. Þú veist, hvað eru menn að fara fram á Evrópusætið eða? Ég myndi halda það. Damir, hvað segir þú? Ég held að sé engin pressa, en ég held að þeir stefni á Evrópusæti, sko. Já, ég pottið, sko. Ég held að stefni á Evrópusætið, en svona eitthvað pressa, þú veist, utan að komandi pressa, ég held að KR-ingar væri nokkuð sáttir með top 6, sko. Það er ágætis framför frá síðast tíðanbili og það er svolítið það sem að Óskar er að gera. Hann er að gera liðið betra með hverju ári og halda í sína filosofíu og þannig að top 6 held ég að svona flest allir verið sáttir bara. Muni þegar Víkingur féll næst í 2019? Já. Og svo ára eftir voru meistarar? Jú, ég man eftir þessu. Þeir sluppu út af... Ég vann 2020. Já, annað COVID-titilinn. 2020. 21 þá. Já, það er 21 held ég. Já. Ég hlusti ekki á hann En COVID-titil. Víkingar björguðu sér út af COVID-dæminu. Ég fekk heldur aldrei medalíuna fyrir það tíðanbili, sko. Ég held eini leikmaður Vals á þessum tíðanbili, ég fekk ekki pening, sko. Nú, af hverju? Já, gleymdist að hringja mig. Látið að fucking medaljónana að KSÍ. Máni Péturs. Máni fucking Péturs rífa þetta í kjafti í fjölmiðlum eins og ekkert sé maður. Svo getur hann ekki látið Eiður Aron fá medalíun sína. Já, skulda honum medalíu. Reddi þessu KSÍ. Hvað er að fara í næst? Veikleikar, vorum við ekki búin að fara eitthvað aðeins í það? Það er bara vörnin. Já, það er bara varnarleik liðsins. Já, þessi háa lína. Já. Ef þú fer í gegnum hana, þá er bara veisla, sko. Þá er bara eina sem er eftir tómt mark, sko. Já, fljótir kantmenn á móti KR, það er bara veisla, sko. Og ég lofa því að KR er ekki að fara að liggja tilbaka, sko, og reyna að verja markið sitt eitthvað, sko. Nei, nákvæmlega, þetta er mjög spennandi. Svo, svona 100 mörk í vetur. Já. Þannig að þeir eru búin að, þeir skora alltaf 5 mörk, fá þessi 4, það er alltaf góð. Arnór Ingu, hvernig... Er Óskar ekki, ég þekki hann náttúrulega ekki þannig eins og þú Danir, en er hann bara ekki alveg sama? Bara ef hann svo lengi sem að skora meira en hinnur? Jú, hann vill bara hlaupa meira en hinliðin og bara gera allt meira, skilur. Já. Og hann horfir fyrst og fremst framistuð en ekki úrslit, sko. Já, hann er svona svolítið framistuð. Ef framistuðin er góð og hann tapar, þá er hann skítsama. Já, þá er hann bara mjög glaður, sko. Ég hef bara aldrei skilið þetta mindset, sorry, það er bara mitt, sko. Ég skil ekki, ég er bara sigur og ekkert annað. Já, ég ætlaði að spyrja út í Arnór Ingva Traustason. Eru þið búin að spila eitthvað á mótunum núna á undirbúrstímabilinu? Já, hann spilaði held ég bara 20 mínútur eitthvað móti okkur. Eiður, þú varst eitthvað að spila á mótunum, hvernig sérðu hann í þessu KR-lið? Hann er bara þvílík styrking fyrir það, sko. Það er alveg gæði í honum. Hann er bara á topp aldri og bara topp standi og hann verður eitthvað skepna fyrir þetta lið, sko. Já, það verður mjög gaman að fylgjast með honum. Þetta er bara svona góður leikmaður, bara gott touch, góður að halda bolt. Já, það er ekkert sem maður getur sagt að hann er lélegur í þessu, sko. Hann er bara góður í flest öllin af vellinu, sko. Og mögulega mun hann svona
setja aðeins tilbaka skilur og stjórna hana fyrir framann sko. Já. Geti leikil. Umferðarstjórinn. Já, umferðarstjórinn. Flugumferðarstjórinn. Umferðarstjórinn. Herðu, hvað segja stuðningsmenn? Það er Pálmi Rapp Pálmásson, faðir Alexander Pálmásson, sem ég fekk hérna. Hann segir, fyrsta sæti. Ef liðið sleppuðu mikið meiðsli, þá er gæðin það mikið að liðið getur barist á toppnum og þegar barist á toppnum getur allt gerst. Það þarf vissulega margt að ganga upp en KR er alltaf að fara í mót til að vinna þau. Pálmi setur KR í fyrsta sæti, hvað hafið þið að segja um það? Þeir eru alltaf aldrei í fyrsta sæti, það er ég bara, en þú veist, ef þeir ná einhvern veginn að loka fyrir markið sitt og halda þessu sóknarleik áfram, þú veist. En þeir muni ekki gera það. Nei, þú veist, svo er það, þeir eru ekkert að gera það. Þú veist, það er ekkert markmið, þeir eru ekkert að gera það sko. Nei. Þetta er, mótið í ár verður mjög skemmtilegt. Það verður virkilega skemmtilegt. Förum í næsta lið og það er Valur og byrjum á þér Eiður, hvað setur þú þína fyrrum liðsfélaga? Ég er með Val í 7. sæti. Það eru skilaboð á Hlíðarenda. Það er bein skilaboð til Hlíðarenda. Það er fax. Og Vestmanni, að það verður vesinni á Hlíðarenda og í Vestmanni. Það er faxvélin og það er á leiðinni. Það er 7. sæti Valur. Damir? Ég er með það 7. Það er skára. Herru, strákar. Nei, það veist að bara margt skrítið búið að vera í gangi í vetur. Nákvæmlega. Ég finnst það líka, mér finnst þetta allt voða sérstætt einhvern veginn og allt eitthvað svo ósannfærandi og ég veit það ekki. Það ekki bestu liði í leikja því að maður heyrir að þjálfarinn vill ekki sína leikstílinn og þú veist, já, svona virkar eins og sé ekkert mikil stemning annars sko. Nei, hann sagði að hann vildi ekki brjóta niður æfingavíkuna. Já, Kitty Freyr sagði hann sér hans átt fyrir out of the season sko. Hvað er á honum? Veistu það? Æjæ. Er hann bara út seasonið eða? Já, svo segir það hann sko. Það er ekki gott. Það er ekki gott. Patrik, hvernig kemur hann? Júní? Það er talað seinna en júní. Já, þú veist, ég er með lykilmenn, ég er með Fredrik og Hólmar, Patrik hann líka en hann er meiddur. Ég er með Jónatan Inga. Já, ég er með Jónatan Inga. Já, ég er með Jónatan Inga, Fredrik Skram, Patrik Pedersen og Tryggva Haraldsson. Já, Tryggvi líka, hann verður sennilega frammi til að byrja með. Nákvæmlega, það er sem ég setti niður hérna, það er bara hver á að vera hana frammi, þú veist, Dagur Orri, Hákaðingur, Dagur Orri, stjórnumæður fyrir ekki, hann hérna, ég veit ekki. Skólinn fyrir eitthvað frammi líka? Er það? Það er ekki kantari eða miðumæður. Ég veit ekki. Jó, hann spilaði eitthvað frammi fyrra sko. Nú, ok, það fór eitthvað frammi á mér, ok. Já, eins og þið segið, þá er búið að vera eitthvað rugglan í gangi, þú veist, Aron Jó, ætlar hann að fara í eitthvað liðið það? Vitið þið það? Hann er bara golfar í dag. Og eðlilega. Já, en þú veist, er ekki hægt að semja um starfslokk eða eitthvað? Já, það er ekki bara líka hægt að nota hann eða? Jú, en þú veist, Damir, hver er sá sem vill ekki nota? Það er spurningin. Já, það greinilega verðist vera bara stjórnin. Og einhver sem að stjórna klubnum. Óven hana, Gareth Óven eða eitthvað. Þú veist, hvað er hlutverk hans? Brassel, svo er þessi stjórnana. Þú veist, hver stjórnar hlutana? Hemmi stjórnar einhvað, sko. Þannig að... Nei, þú getur að nota Aron Jó. Já, eins og Eiður segir... Já, eins og Eiður segir, þá bara stórfurðulegt hvað er í gangi hana. Þú veist, munið eftir Hannes Halldórs. Þetta er alveg sama með Aron Jó. Gary Martin. Þú veist. Já. Gary fucking Martin, auðvitað kallinn. Hann er mjög erfiður í samskiptum, þannig ég Gaspov maður. Það er þinn maður? Það er minn maður, sko. Hvernig karakter er þetta? Heldur mér myndi semja vel við hann? Já, pottitt. Ég held það líka. Herðu, strókar. Það er bara eitthvað í gangina sem að, við vitum ekkert hvað það er. Já, það er einmitt, maður næri ekki alveg að pinpointa hvað það er. Það er bara eitthvað mér finnst eitthvað svo mikið ofanna.
bara, þú veist, það er svo erfitt að útskýra. Og Það það bara er ekki eins og einhver þeir séu ekki með skrítin leikmenn. ára yfir klúbbnum hérna. Já, Hvað segir þetta mér? leikmenn, þeir eru með frábæra leikmenn, sko. Þeir eru ekki Já. með lélega leikmenn, sko. Nei, þeir eru með Geggjaðan fínt lið. hóp, sko. Já, með fínt lið, þú veist, og það má alveg gera kröfu á að vera í top 6. Þannig að hérna, þannig að, þú veist, kröfur, þú veist, þetta er valur, sko, Eiður spila þarna, þú veist, markmiðið var bara vinna eða ekkert, skilu, það var bara ekkert annað í boði. það er mitt. Þetta er svona svipað með FH, skilu, það er svona eitthvað rugl í gangi hann. Það er bara, eins og þið segir, eitthvað bak við tjöldi sem er eitthvað í rugliðana. Það er svo gaman að sitja hérna og segja eitthvað svona hluti núna þegar maður er ekki lengur í dildinni, sko. Já, það er alveg sama, sko. Þess er gott að vera í Bomban Podcast. Það er gott að fá tækifæri til að segja eitthvað. Já. Kitty Lár er farin, Lundemó farin. Kitty Lár, sagði það. Sagði Kitty Lár? Þú veist það er Sigur Egil Lárusson, ekki? Jú, Sigur Egil Lárusson. Hver er Kitty Lár? Það er pabbi hann að Kristór Inga. Nei, það er ekki babban. Nei, það skiptir ekki máli. Herru, Siggi Lár farinn, Lundemó. Spiluðu þið eitthvað á móti Lundemó? Ég held að hann hafi spilað hann bikarúrslit. Spilaði bara, já. Já, pældu í því. Þannig að hann hafi spilað þann leik. Það er ótrúlegt. Ótrúlega spilað hann ekki bara sínum besta liði. Spilað Lundemó hann á miðunni. Þú veist, þetta er spýtukall, sko. Þetta er svona, þetta er svona Davíð Þór Viðars, bara mun verri, svona gefa til hlið og tilbaka. Veitu hvað að meina? Með fulli virðingu, Davíð. Með fulli virðingu. Herru, en já, þetta er, þú veist, leikmenn sem hafa komið undanfarin ár, skilu, hafa alltaf bara farið ára eftir. Eða, þú veist, eftir tímabili, skilu. Já, ég man ekki eftir einhverjum sem búin að vera lengi hana. Nei, þú veist, bara Patrik Pedersen. Já. Þú veist, hann er ennþá Kasper Högg stoppaði stutti. Já. Pældi því að hann skoraði í þessum leikan daginn. Á móti Jackum. Þú veist, Kasper Högg. Þú veist, ótrúlega saga. En ég skil fólk sé að spá þeim neðarlega út af hvernig veturinn hefur verið. Já. Hver eru veik? Það fara líka, þú veist, í fyrra. Það er náttúrulega fáránlegt. Annarsæti bikarúrslit, skilu, með að við árið áður, skilu, þá var þetta bara frábæra Já, líka bara, hver er stefnan? Þú veist, hann náði þessum árangri. Hvað er þá markmiðið með nýjum þjálfara? Hann var satt alltaf dauða dæmdur þarna hjá þeim, sko. Já, af hverju? Ég skil það ekki. Hver ákvað að ráða hann? Það er alltaf að benda á þjálfaran, sko. Já, einmitt. Hei, Túfa er topp þjálfari. Topp þjálfari. Já, hann var aðstæðþjálfari Heimi Guðjóns þegar ég var þarna. Mér fannst að gegja það, sko. Já. Hörru, hver eru veikleikar og styrkleikar þessa liðs? Sko, styrkleikar eru kannski bara þessir sem hafa verið hann áður. Þeir vita kannski, þegar þú ert með vinnir að hann, sko. Þeir séu ekki gæjar sem kunni ekki að vinna, sko. En svo er bara, veit ekki, þjálfarinn, hann ætti vera auðvelt fyrir að ná upp stemningu, sko. Henn er náttúrulega alveg stemningskall. Heldur að ná að mótivera þetta lið? Já, og svo veit maður ekki alveg hvernig þessi leikmenn taka í, þú veist, þess að eiga stemningu frá Hemma, þú veist, hvort að það sé þeirra, þú veist, tepalli, þú veist, maður gerir sem ekki alveg grein fyrir því. Það sem ég hugsa. Kannski næran. Já, það ætti að koma fljótlega ljós með hvernig Túfa var tekin inn í fyrra, sko. Það var bara eftir 6 leiki, það var eins og allt var í rugli, sko. Já, Túfa æfði og mikið, Túfa var með bara, þú veist, það var alltaf sem hann gerði, þú veist, þið tóku ekki mark á því sem hann sagði, það fór margt í taugarnar á þeim hvað hann sagði, þannig að hann er fokkin þjálfarinn, fokkin hlustið á hann, til hvers eru þjálfarinn? En náttúrulega, svo er þetta, eins og Eiður segir, það eru egóin, hvað egóboltar eru það hana? Og ég ætla ekki að segja að Aron Jó sé ykkur egóbolti, en þú veist, kannski, þú veist, letur hann fara út af því að það var einhver að tala í einhverju podcasti að hann ætti klefan, þú veist, eitthvað svoleiðis. Það er annað vera eitthvað svona og síðan dementa bara hluti og hafa standardu eitthvað, hann er bara þannig gæði.
einmitt. Já, meina þannig, já, Já, þú nákvæmlega. veist hvað Hólmar er ekkert í þessu til þess að njóta og hafa gaman, sko. Hólmar Nei, er bara að nákvæmlega. vinna. Já, einmitt. Herðu, leikmenn til að fylgjast með, Dagur Orri Garðars og Kristófur Dagur Arnars. Er það ekki eitthvað? Já, með Dagur Orri Garðars. Já. Ég er mjög hrifinn á hann þegar hann Hákon. Já. Hann er svona bara alvöru gæi, sko. Já, ég fylgdist með honum í fyrra, hann skoraði 2 múti IR og hef ekki glimt í ennþá. Þannig að hann byrjaði á þessu slæma gengi á IR í fyrra, það er honum að kenna, þannig að gangi þið samt vel, Dagur Orri. Kristófur Dagur Arnars kemur frá Fjölni, líka bara fínn leikmaður, ég veit ekki hvort hann er tilbúin í bestu, veit ekki hvort hann er tilbúin. Nei, við getum ekki setið hér og sagt eitthvað þessi tilbúin, þessi ekki, sko, maður veit aldrei hvað gerist, sko. Kemur bara ljós. Hvað segja stuðningsmenn? Ég fekk engan annan en Jóa Skúla til að segja hvað honum finnst. Hann segir hér, Valur endar í 3. sæti því að þeir eru með 3. besta byrjunarlið á landinu. Þá segi ég við hann, ekkert meira. Þá segir hann, hvað viltu meira? Við erum með besta markmannin í deildinni, við erum með 2 kannski topp 5 bestu kampmönnum í deildinni. Það er bara staða. Svo segir hann ekki meir. Svo talaði við Róbert Óla Skúlason, bróðir Ara Skúla, og hann segir, hef ekkert fylgst með, en segjum bara 3. sæti, því Valur er besta íþróttafélag á Íslandi. Það er Róbert Óli Skúlason. En það er ekki breytt. Nei, það er ekki mikið. Kemur hana líka. Auðvitað, maður. Þannig að það geti kannski verið smá vesinn. Já, Valur var auðvitað í öðru sæti, maður gleymir því. Breiðablik var í 4. Þetta er frábær árangur hjá Túfáðum með að við Já. Þetta er alveg, hann líka komið með gott starf í ég held að hann fari í Varnemö, getið það verið? Já. Var að fá topp leikmann frá FCK, ég man ekki hvað hann heitir, skiptir ekki máli. Förum í næsta lið og það er Framarar. Hvað eigum við eftir? Fram? Við höfum Fram. Stjarnan, Breiðablik, Víkingur. Já. Okay. Hvað setur þú Fram, Damir? Ég er með þá í 9. sæti. Heiður? Ég held ég að vera með 8. Geta ekki passað, ef ekki eftir hann 8. Jú. Já. Ég er með Fram í 4. sæti. Ok. Já. Og ég held að þeir verði komið óvart. Hvað segirðu? Rökin eru hver? Rökin, ég skal bara fara yfir þetta. Herðu, byrjum bara að fara yfir þetta. Líkileikmenn, Fred, Símon Tippling og Sigurjón Rúnarsson. Hann er í miðjuvörninni og hann var frábær fyrra. Já. Það er allir heilir. Kyle, Chopart, það er allir heilir. Verða það allir heilir? Hæ? Verða það allir heilir allt mótið það? Nei, þeir er allan heilir núna. Ég er að spá út af stöðinni núna. Rúna Kristis er búin að sanna, hann er frábær þjálfari. Ég hafði enga trú að hann myndi rífa þetta lið úr neðri playoffinu og bara í efra. Ég bara hafði enga trú að það. Sigursæðasti þjálfari í Íslendingu. Já. Þeir eru með hörkubreidd og það er mikið barist stöður í liðinu. Þeir eru með Atli Þór Jónasson er kominn. Hann vil smellpassa í þetta kerfi út af hann er mikið að spila úr kantan og gefa fyrir. Hann er meiddur. Er hann meiddur? Hann var, áður hann skrifa undir, þá var hann meiddur. Það var eitthvað svona 50-50 hvort það ætti að taka hann eða ekki. Þannig að það er ekki allir heilir. Það er ekki allir heilir, ég hef búin að glemma. Já, þá hendi ég bara Bíström hann inn, sko. Hann er helviti góður, sko. Já, hann er helviti góður. Svo er með Róbert og svo er með Vúkana komandi hann að hliðna á. Þeir með Harald Einar Ásgrímsson, einn besti set-piece sendingamæður bara á Íslandi. Frábær. Já. Ægir Jarli kominn. Ég veit ekki hvort að hann sé heill. En hann er heill. Hann er heill. Hann er sterkur leikmann í þessari deild. Var það allavega.
Það var það, já, þú veist, já. Eins og ég segi, mikið samkeppni, væntingar, Gummi Torfa, formaði fram krefst árangus. Það er bara topp 4, hef ég heyrt. Eðlilega. Já, topp 4 og stuðningsmenn á borðið Gunnar Omslef vilja árangur. Þeir eru þreyttir á 7. seti eða neðra play-offi. Hvað fleira? Hvað árangur, vilja bara Evrópusæti? Topp 3? 4 möguleikar? Já, topp 4. Gefur topp 4 ekki Evrópusæti? Þú veist, það fer eftir hver vinnur bikarinn. Já. Ég sé ekki af hverju Fram getur ekki náð 4. sæti með þennan leikmannahóp. Ég bara, tipplingin on fire, eða Fred, eitt besti leikmann í deildinni, þeir eru með frábæra vörn, Kyle McLachlan, þú veist, ég man ekki hvað Spánverinn heitir hana sem er hliðin á, og svo eru líka með hana hvað heitir hann, Þorri, þeir eru með góða markmann, Viktor. Þeir eru með frábæra vörn. Já, Viktor, frábær markmaður. Þú veist hvað, af hverju geta ekki náð 4. sæti? Af því það verða ekki allir heilir allt tímabili. Ok, Eiður? Ég bara nákvæmlega sem dæmi segir, sko, þetta er... Er þetta bara mótið mér hérna eitthvað? Kenny fær svona 10 gul spjöld, þannig að hann verður alltaf í banni. Ok. En, hvað setið þið hérna? 8. og 9. 8. og 9. Nei, ég sé ekki þennan stöðuleika sem þú ert að tala skilur allt tímabili. Já, en það ég er sammála, þeir eru með bara mjög flott byrjunlið, en þú veist, það er bara, þú veist, menn er að detta út bara hægri vinstri og ég held að bara, þú veist, gæðin sem koma inn fyrir þessa meittu eða þá sem eru í banni, eru bara ekki nægilega mikil. Vúk, skilur, ef hann verður heill allt tímabili, skilur, þá mögulega hægt að vera ofar en 9. og 8. sæti, sko. Já, sko Róbert Hauksson, frábær í fyrra. Vúk, frábær í fyrra. Simon Tippling, bara eitt besti leikmann í deildinni. Fred, eitt besti leikmann í deildinni. Kenny Choppar, bara frábær. Freyr Sigurðsson, hotfyrringurinn, frábær í fyrra. Haraldur Einar, frábær. Ég veit ekki með Ísar Garcia eða hvort að Þorri eiga að vera hana. Svo erum við Magga Þórða hann á bekknum. Þeir eru með Mára Ægisson. Þeir eru með hverju fleiri. Svo er náttúrulega Atli hana, Bjarni Páll Linnu kom frá afturlíku. Já, jú. Ef það er mikil meðsli og gætir alveg enda í vesinni. En þú ert líka að segja þessi frábæri fyrra og eitthvað, skilju. En svo bara þegar þeir voru frábærir í kannski 50% leikina, svo bara byrja svona hall undan, skilju. Já, það kemur ljós. Það er bara sjá hvernig mentalitið. Það var ekkert álag í fyrra, sko. Hjá liðin sem voru ekki í Evrópu, skilju. Já. Þú veist, þetta er bara mitt svona... En það er einhver sem getur komið með það er Rúnar. Já, það er málið. Rúnar hefur mikið þetta að segja, þú veist, hvort þið verðið hann í 4. eða ekki. Þetta fer náttúrulega, eins og þið segja, eftir meðslum. Hvað segir auðvun? Gummi Magg farinn. Hverju fleiri eru farnir hana? Ég var með eitthvað lista hérna, ég man ekki. Ég held að Gummi Magg hafi verið svona aðal dæmi sem fór. Já. Það var engin annars. Það er vist eitthvað annan svona, þú veist. Nei. Þetta er bara svipaður hópur og í fyrra, sko. Bara ef að ná consistency, sko, þá er hægt að gera eitthvað, sko. Og þeir endu í hvað, 5. núna? Senast, minnið það? Já. FO var í 7. og fram í 5. Af hverju geta ekki ná 4. Ég segi svona. Ég meina, ef þeir eru heppnir með meiðsli, bönn og annað, þá geta þeir gert góða hluti, en þú veist, þú þarf heppnir þess. Þróttur vann í Vító? Nei, Eiður. Wow. God damn. FO vinna Þór, 3-1 í bygganum. Já, ok. Arnór Borg, Adolf Daði og svo markmaður. Já, og svo er markmaður Þórsara með sjálfsmark. Já, ok. Það er stórt að Þór sé að vinna IBVF á útivelli. Þróttur. Já, Þróttur segi ég. Já, það er það. Káa komið 1-0 yfir um því Hött. Daniel Dejan Djuric, víti. Hann er byrjaður.
Herðu, höldum við svo áfram. Hvað segir stuðningsmenninir? Með konunni, sko, hún er ennþá að bíða. Já, hvað segir stuðningsmenninir? Jón Orri Ólafsson og Jökull Steinn Ólafsson. Jökull segir 5. sæti ef engi meiðsli, solid vörn, miðja og framlína, fyrstu 12-13 leikmenn ef mikil meiðsli skakavöll á endu við neðar og með góðan varnarsinnaðan coach sem fær ekki mikið á mörkum og segir pragmatískur. Jón Orri segir pragmatískur. Jón Orri segir, þetta verður 5.-7. sæti, hópurinn mjög svipaður, vantar afgerandi markaskora, held að þetta verður bara mjög svipaður fyrra, engin stór félagskipti. Já. Þannig að þeir segja svona 5.-7. Já, veist, þetta gæti verið bara eins og það segir, 5. til 7. 8. skiljum maður veit. Já. Herðu, förum í Stjörnuna, hvað settu í Stjörnuna? Með 4. Ég með Stjörnuna í öðru sæti. Já. Dami, hver eru líkimenn hjá Stjörnunni? Birnir Snær og Emil Atla. Eður, sammála því? Já, með þá 2 og svo sett ég Gústaf Kjeldsen líkin. Já, þú varst náttúrulega að spila með honum hana mikið. Já. Er hann að fara að styrkja þetta lið? Já, það var, þeir vantaði vinstrifótar Hafsend í fyrra. Já. Og hann er helviti góður á bolta, náttúrulega hávaxinn og bara hann áttur að bæta þetta lið helling, sko. Ég sagði Birnir Snær, Örvar Eggerts og Guðmundur Baldvin, Nökkvason. Þeir eru með mjög öflugan hóp, sko. Þeir eru með geggjaðan hóp. En er ekki... Já, en 2 Hafsendanir, þú veist, það er það ekki veikleiki eða, þú veist, hvað ætlar... Gummi Hafsend? Gummi verður Hafsend. Ok. Og Gústaf. En ég er samt sammála því, skilju, Hafsendastaðan hjá þeim. Gummi er hérna árun eldri og er að glíma við eitthvað smá meiðsli. Já. Þannig að, veistu, þeir eru kannski einum alvöru Hafsend frá því að keppa titil. Einmitt. Jökull, heldur að hann hefði verið þjálfari Stjörnunnar hefði hann ekki náð sér Evrópusæti fyrra? Ef hann hefði ekki verið. Já, ef hann ekki náðu sér 3. sæti, það var að byrja að halla þessu undan honum. Það held ég ekki. Nei, það er svona, já, mögulega ekki, sko. Þessi úrstuðarleikur hann í lokin, hann munaði svo litlu, Damir. Bara heitti hjólari. Já, vá, það var svakalegt. Munaði svo litlu. En svo, þú veist, hvernig bolti ætlaði að spila núna? Í fyrra þá voru bara að spila eitthvað. Þú veist, byrjuðu að vera svona maður og mann eitthvað, svo breytti ég bara hátt og langt og Hafsendin var allt inn og komin fram þarna, eftir 20 mínútur. Já, hvað er það? Ég veit ekki alveg hvað myndi ég ekki fyrir mitt litla líf fara eitthvað fram. Já, þess bara hann flottur, sko. Herru Dami, þú lest hugsa, ég sagði bara leikstílinn er bara eitthvað stundum, það fer bara eftir dagsformi. Það er bara... Og ef þið ná að komast eitthvað langt í Evrópu, hvort velja deildina eða Evrópu? Já, þeir eru ekki með breiddina til þess að vera á öllum sviðum, skilur. Nei. En svo var ég með leikmann hjá þeim, leikilmann, Damil, þannig að hollendingurinn, hægri bakurinn. Já. Alvöru gæði, sko. Hann var í fyrra, skilur, svona lala, en hann er núna bara, meðslalaus og bara búin að vera geðvikur. Hvað heitir hann, segirðu? Damil. Damil? Já. Fór hann eitthvað fram hjá mér eða? Hann kom í fyrra. Heitir hann eitthvað annað? Já, hann frá Sierra Leone eða eitthvað? Já, með samt hollendingur, sko. Já, ég man, já. Er þetta kantar eða bakurur? Bakurur. Já, ég man eftir hún. Herðu, hver er pressan? Er það Evrópusæti? Ég held að pressan sé krafa á titil í Garðabænum, sko. Hæ? Íslandsmeistaratitil? Já, frá stuðningsmönnum og klúbbnum, sko. Miðað við leikmenn sem þeir eru að fá, sko. Eiður? Já, ég er sammála. Ég held að fólk í Garðabæ vilji fara að fá Málm, sko. Já. Hvað er þetta 3. árans Jökuls? 4? Jó, ég held þetta sé 3. Ég held að fólki sé orðið þreytt á
á úrslitunum, sko. Já. Það hlýtur bara að vera, sko. Já. Herðu, one to watch, Haukur Örn Brink. Haukur Brink og Bjarki Hauks. Ok. Þetta menn sem eru að fara að spila mikið í sumar? Ég held það, sko. Þessi Damil, hann getur spilað vinstri með líka, þannig að Bjarki getur verið hægri bakur. Herðu, hvað segja stuðningsmenn Arnar Már Björgvinsson? Hvernig stuð hann? Já, geitinn. Hann segir hérna, ég verð að segja, ég er mjög spenntur fyrir komandi tímabili, Stjarnan er með þjálfara sínu þriðja tímabili og leikmannhóp sem á að gera atlögu á titlinum. Því miður eru Víkingar á öðru plani en önnur lið, en ég tel þó að þetta lið hjá Stjörnunni geti veitt Víkingu keppni titilinn í ár. Það sem vantaði upp í fyrra var X-faktor sem hafði burði til að taka yfir dauða leiki og klára það upp á sitt einstæmi. Líkt og liðið hafði Ísak Andra eða Eggert tímabilið þar undan. Vonandi fá þeir það með Birni Snæ í sumar til líka að það er helmikið inn í Emil sem var lítið með í fyrra vegna meðsla. Að því sögðu er klárt að styrkleika liðsinn liggja í fremstu mönnum. Emil, Andri, Birnir, Örvar, Warren og Guðmundur Baldvin eru all leikmenn sem hafa burði til að skila fullt af mörkum. Veikleikin hefur verið óstöðuleiki eins og Dami sagði og leiðtoguleysi í öftustu línu. Ég veit ekki það. Spá annarsæti. Okay. Þannig að þetta er ótrúlega nöfnama sem þú telja upp að það fram á þig, sko. Já. En þú veist, verður Emil heitt allt tímabili? Já, einmitt. Það kemur í ljós. Það er alveg örugglega ekki. Nei. Svo kemur, Andri Rúnar með sín 8-10 mörk alltaf. Já. Hann er bara alltaf. Bara sama hversu mikið að lítið að spila. Hann er bara alltaf 10 eitthvað. Hann er rosalegur. Hann er ógeðslega góður í bara fótbolta. Já. Breiddin fram á því er ekkert vandamál í Stjörnunni. Nei. Herðu, förum í Víking. Hvað setið þar, Víkingur? Ég er með það í þriðarsæti. Hæ? Nei, ég er að fokki þér. Ég ætla að segja. Eður, hvað ertu með? Á? Ég er með það í eftirsæti. Ok, Damir? Já, ég er með það líka í eftirsæti. Ég er með Víking. Ég sagði aldrei hvað ég setti Stjörnuna. Hvað setti ég Stjörnuna? Já, þú sagði það aldrei. Nei, Stjarnan hjá mér þriðja sæti. Ég er með Víking í öðru sæti. Sæti, strákar. Þú ert sennilega svo einu á landinu. Já. Það er bara svoleiðis. Herru, lykilmenn, Gylfi Sig, Daniel Hafstad, svo margir lykilmenn, ég get talið að kannski bara talið um alla. Það getur verið með bara heilt byrjunarliðana, sko. Já, herru. Ég tók Danna Hafsteins og Nico Hansen. Já. Já, ég er með Gylfa, Valdimar, Aron Elís, Danna Hafstein, skilu, Ég er með Óskar Bokk, þetta er bara Óskar Bokk og svo, Gylfi Sig, Daniel Hafstein, Oliver Ekroth og Valdimar Ingimundar er ég með. Þú veist, ég get alveg nefnt. Ef þú farið í veikleikana eða? Býtu, ég ætla að fara yfir þetta. Sölvi er með hóp sem á að vinna deildina. Þeir eru með 2 góða leikmenn í hver einu stuð. Það er bara svoleiðis. Við erum bestu breiddina. Það er spurning hvernig Sölvi ætlar að halda öllum ánægðum. Og þótt að hann sé búin að henda öllum hann á lán, þá erum við fullt af leikmennum. Þeir eru með 2 sturlu byrjunarlið. Sturluð. Ég ætla að nefna leikmennina. Bæði liðin geta verið í topp 3. Já, ég ætla að nefna leikmennina sem, þú veist, eru ekki byrjunarlið eins og er, í svona væntanlegu byrjunarliði. Það er sko Erlingur Ragnars, Harry Kantur, Viktor Öllugur, Róbert Orri, Aron Elís, Elías Már, Davíð Örn Atla. Þetta eru leikmenn sem á bekknum. Sko, ég sá þetta í meistarana. Já. Það voru, hann gerir 4-falda skiptingu. Það voru ekkert verri leikmenn að koma inn á, sko. Nei. Og það vantaði ekki Gylfa og Gunnar Vatnamar í liðin, sko. Já, þú veist, svo eru þeir með Ármann Ingi kom frá Grindavík, þú veist. Daði Berg, skilu, þú veist. Daði Berg, hann er eftir að koma hann inn. Já. Þetta er svo... Þetta er ótrúlega breytt hjá þeim, sko. Er þetta ekki besta lið í sögu, það er bara leikmannahópurinn segir, besta liðið bara í sögunni? Jú, mögulega, sko, mögulega. Og ég er að setja á annarsæti.
Þú ert að reyna að setja pressu á mína menn, sko. Já, nei, alls ekki. Ég bara held að, herðu, það er eftir að koma að því. Herðu, býtu. Herðu, reynsla farin, Pablo, Matti Villa, þeir spiluðu ekki það mikið í fyrra. Nei, voru meiddir mikið í fyrra, sko. Þannig að þeir eru bara búin að styrkja sér. Pálmi Góli er hættur og hann er komin í staðinn, hann hérna. Aron Snær. Hann er toppmarkmaður. Hann er ekki verðið markmaður en Pálmi, sko. Nei, er hann ekki að fara, þú veist, hver er að fara að byrja? Er Ingvar að fara að byrja það? Ingvar er alltaf að fara. Já, ekki, Hvaða fleira? Þú veist, það er ekki hægt að finna eitthvað svona veikleika, þannig séð, skilur. En gæti ekki, þú veist, nei, ég veit ekki, þú veist, gæti ekki farið eitthvað úrskeiðis í liðinu, þú veist, með mannaval eða eitthvað, þú veist. Nei, hann virðist nú að hafa náð að halda allum ánægum í fyrra. Já. En ég held að það muni allir fá leiki. Þú ert að fara í Evrópu, þeir muni fara langt í Evrópu. Já. Og bikar, deildin. Þannig að það er alveg nóg að leikjum. Hver eru kröfunar í Víkinni? Er að vinna alla titlana og komast í riðlakeppni í Evrópu? Ég held að. 100%. Bara engin spurning. Þið setjið þá pressu á Víking? Þeir gera bara sjálfur, held ég, með því að vera með þennan hóp, sko. Herðu, þá vitið það Íslandsmeistari hjá Eið Aron og... Hvað komast margir úr hinnum liðinu í byrjunarlið Víkings, skilur? Kannski 4-5 leikmenn í deildinni? Já. Heill Patrik Pedersen myndi komast í Víking. Já, ég myndi að segja það, skilur. Skraminn myndi komast í marki á Víking, held ég. Ég held ekki. Nú, ok. Ég myndist Fredrik Skram, langbæsti markmaður í þessu deild. Ertu talað bara sem shotstopper þá, eða? Bara overall? Já. Herru, svo gleym ég að nefna hérna Svein Gísla, frábær varnarmaður. Já, mitt. Þú veist, Róbert og þú veist, það er bara afsenda, sko. Ég veit það. Þeir eru... Þetta er ótrúlegt, sko. Já, þetta er svaka. Gunnar Vatnamar er líka ekkert, mér finnst hann ógeðslega góður, sko. Já, hann er bara einn besti leikmaður sem deild og... Þeir eru bara með þannig lið. Ef þú stendur ekki vel, þá ertu bara farin á bekkinn. Kipt út. Já. Óskar Bák, Stígur Dilljón á köntunum. Þetta eru býst. Já, þú veist, svo ertu með líka Aron Elías Már. Já. Ég held þetta fær allt úrskeiðis sanna. Ég held þetta fær allt í apaskítana. Ég vona það. Já, þetta fær allt í apaskítana. Herru, hvað segja stuðningsmenn? Þetta fekk ég helvits frankaran til þess að tjá sig þetta. Og hann nefndi ekki að senda mér textaskilaboð, hann sendi mér fokkin hljóðskilaboð og ég átti að rita eftir það. Það tók smá tíma og hann tala svo fokkin mikið. Herru, skoða. Núna er svo mikið tæki fyrir lið að ráðast á Víkinga. Menn tala að þeir séu sattir. Auðvitað er reynsla í þessum hóp og góði leikmenn og einhverju góða styrkingar. Fyrir mér ætti Stjarnan að vinna þetta. En þeir eru með einn alvöru miðjumann frá því. Vantar svona einn Aron Elís. Pablo Punjat á miðsvæði. Eitt svona þungavíktamann í miðjunni. Ekki gaman, heldur bara sterkan. Sem vinnur návið og annað. Samúl Kári, Guðmundur Baldvin og Jóhann Árni er frekar lightweight miðja. En mjög góði fótboltamenn. Ég myndi vilja balance. Eitt solid sterkan. Ég held að þetta veri tætt milli Stjörnunar og Víkings. Mér finnst bara önnur lið ekki að nála þessum tveimur liðum. Ég spáði Stjörnunni í titlinu fyrir 1,5 mánuði síðan og er farin að draga það tilbaka. Eftir seinustu leiki. En þetta verður tæft á milli þessar tveggja liða. Ég held að Breiðablik verði ekki nálægt þessu. Og ég held að KR og IA verði enn lengar frá þessu. Þetta segði Ásgeir Frank með þessum tón. Ekkert meir það að segja. Þið segir Víkingur verði Íslandsmeistari og það er eitt lið eftir og það er Breiðablik. Damir, þú mátt taka bara þetta yfir og klára þetta. Ég er með það í annarsill. Já, ég líka. Ég er með þriðja.
Ég er með, Já, nei, þú veist, fyrirgefðu, ég er með þeir fyrsta. Þeir eru Íslandsmeistari á mér, ég hef mikla trú á Óla Inga og bara hvernig þið spiluðu undir lokin í fyrra. Mér finnst þau bara helviti flottir og það sem að trufla mig, já, ég er smá svona stressuð, eru úrslitin í vetur. Þau hafa bara verið hræðileg. Já, þau hafa ekki verið góð. Og, þú veist, en ég með Þeir eru veikar tilbaka núna en í fyrra. Það er nokkuð ljóst. já, Dami, förum aðeins yfir lykileikmenn. Höskuldur Gunnlaugs, ég seti Davíð Ingvars Já, og Ívar Örn Árnason. Ívar Örn verður að stíga upp. Hann er stór skref. ok, ég er með Jómann, Höskuld og Anton Ara. Er Jómann að fara að byrja? Ef að Jómann verður heill, þá er hann að fara að byrja alla leiki. Já, þú meinar, ok. Og það er alveg sama hvar, hann bara mun spila. Já, menn tala alltaf vel um hann, þú veist, hann er alltaf solid, sko, hann stendur sig alltaf vel og hver eru svona lykileikmenn hjá þér, Eiður? Já, með Höskuld. Já, Og ekkert meira það. hvað djöfus vel er þetta? Þetta er bara, þú veist, allt múlíkt mann, sko. Já, Þetta er, en ég veist, líka það með Höggi þarf bara að fá að vera leikmaður, sko. Í fyrra var svolítið mikið drama í kringum liðið og stjórnina og eitthvað svona og það, veist, það var bara alltaf hringt í Höskuld, sko. Leyfa honum bara að vera fyrirliði og leikmaður, sko. Það var bara Já, mitt. það sem að trufla mig líka er, þú veist, það er enginn annan framverinn að Kristoffer Ingi. það er akkurat vandamálið sem ég setti í þetta. Já. Ég held að sé 100% að fara að sækja frammerja fyrir gluggan. Já, Það er bara þannig. þú veist, það er ekki langt í mót, sko. Nei, ég veit, en Og eftir bara á því að þeir geti unnið deildina þannig, eða? já, bara út að þeir eru ekki Evrópu. Ég held að Evrópa muni hafa mikil áhrif á þetta, já, Víkingum, eins og alltaf, undanfærin ár. Ef Víkingur að spila í Evrópu og setja þið bara A-liðið í Evrópu og svo spila B-liðið í deildinni, Já, heyrðu. þeir eru samt bestir. Við skulum bara taka sama þátt eftir tíðanbili, við þrír, og við skulum bara sjá Já. hver staðan verður. Og þá getum við verið, þú veist, ríðið kjaft. Og veist, og hver verður í vörninni á Blikum? Viktor og hann Ívar eða Viktor og Ásgeir? Ég held að, ég held að Ásgeir verður á bekknum. Það er bara svo leys. Ég veist, Og- þú tala um Ívar sem leikilmann, ég veist, fyrir mér er Viktor Örn betri hafsend en Ívar. Já, allan að byrjunarliði hjá þeim Davíð Ingvars, Ívar Örn, Viktor Örn, Valgeir Valgeirsson, Viktor Kall, Arnór Gauti, Höskuldur Gunnlaugs, Óli Valur, Ágúst Orri og Kristoffer Ingi frammi. Þetta er þrusustert lið. Ég held að þetta lið geti alveg gert góða hluti en það er spurningum með meiðsli eins og allt annað og breytt og Kitty Jóns. Svo ertu með Kitty Steindors, þú ert með Aron Bjarna, Já, mikið meiddur í fyrra. já. Óli Valur þarf að vera eins og hann var í Evrópudeildinni undir lokin. Mhm. Þú veist, þau eru fleiri mörk og stóðstingar frá Gústa. Ef hann verður Anton Logi, hver er staðan Anton Loga? Anton Logi er off út season, segir þær. Shit, það er frábær leikmaður. Það er bara besti fótboltamaðurinn hennar, sko. Já, En þú veist, verður Gústi allt tímabili? Ég held ekki. það er líka það. En náttúrulega ég er bara að spá út frá því sem ég sé núna. Bara núna. Ég held að þið fái frammerja fyrir gluggan og það verður einhver frammerji frá B-deildin í Noregi, sko. Ég held að náu sér alvöru frammerja. Já. Og Og er pressa á það að vinna? Já, auðvitað er pressa á 100%. Það er ekkert annað en fyrsta seti í ár, svo. Og það pínu trufla mig, veist, ég er ekkert eitthvað að setja út á þjálfara en neitt, sko, bara það sem ég sé á honum og vera hana með hann, bara frábært, sko. Já, Það trufla mig pínu að Breiðabliks identity, skilu, var alltaf bara maður og mann, hlaupa meira hinnir, vinna sín einvi og skora fleiri mörk, sko. já, Núna er þetta svona aðeins tilbaka og skyndisóknir, sko. ok. sem að er ekki Breiðablik. Nei, er hann ekki bara að drilla þetta? Jú, auðvitað, hann er með sína einu hugmyndir, skilur. Mhm. Og og já, eins og ég segi, þetta er svona tveimur leikmönnum frá að
að geta keppt þetta við Víking sko. Já, sko, þeir eru í dauðafæri held ég að vinna þetta ef þeir fá sér þessar 2 leikmenn sem þú ert að tala um. Já, og veist, Kristoffer minn maður og einn af mínum betri vinum virðist ekki geta verið heill 20 leiki í röð þannig að ef að hann verður heill þá getur hann bara að skora 15 mörk sko. Já, þetta er bara eitt besti frammennin í deildinni. Já, Þú veist, bara- hann sér alveg að þegar hann er on, þá er hann on. Já. Herðu, kíkjum á hvað stuðningsmenn segja. Við fengum engan annan en Sigurjón Sörensen Jónsson, a.k.a. Siggi Sör, a.k.a. bara kóngurinn, a.k.a. framkvæmdastjóri Framsóknarflokksins, a.k.a. aðstofamaður Willum Þór Willumsson, Hann er bara allur fjandi a.k.a. aðstofamaður Gunni Bergs þegar formar KSÍ. Herru, hann segir, vinnum titilinn, en það er meiri óskhyggja en nokkuð annað, eru alveg með leikmenn sem geta þetta og vonandi dettur inn strækar fyrir lok gluggans. Svo fekk ég Gunnar Örn Jónsson fyrir leikmann Breiðabliks. Hann segir, þetta eru virkilega spennandi tímar. Óli Skúla er flottu þjálfari og er með frábæra leikmenn. Vantar kannski strækar, en það eru margir sem geta leyst falska 9. Hef trú á titlinum í ár. Já, þú veist, ég er ekki að segja að Breiðablik getur ekki unnið, skilur Nei. og ég vona innilega að vinna, þetta er bara mitt félag sko. En Herðu- ég er bara svona smá áhyggjur af frammeirastöðunni og mörkum sem að hafa leikið inn í vetur. Já, ég er alveg sammálaður. Eður, ert þú ekki sammálaður þessu líka? Sem Hverju dæmi- einast ári. Enda eru þið gáðaði menn. Herru, núna komin 1 klukktíma og 50 mínútur og Dami þarf að drulla sér í smáralundina Smáralundina sko. Já, hún fór í leiktækjasalinn með börnin, þú veist. Ég á heima þar, sko. Það er bara hverja einasta helgi. Ég er basslaus núna sko. Jó, ok, nice. Ok. Byrju, nei, hvað? Það er ekki að vera ballus? Jó, við erum basslaus núna. Já. Hvað er þú að segja, Auður? Ég sagði ok. Það er ógefast að hlæja. Eins og ég hef sagt eitthvað. Tjöfull er þið grillaði maður. Herru, förum hérna yfir liðin áður en við hættum þessu. Liðið hjá Damir er eftirfarandi 12. sæti, Keflavík, 11. sæti IBF, hann sér IBF Keflavík falli, svo er 10. Þór, 9. Fram, 8. FH, 7. Káa, 7. Valur, 5. Ía, 4. Stjarnan, 3. KR, 2. Breiðablik og 1. sæti Víkingur Íslandsmeistari. Eiður Áran segir 12. Keflavík, 11. IBF, hans aðalið, hann er frá Vestmannum og skrýtaðan segir IBF í 11. En alltaf Hann kemur ekki aftur að hanga. IBF Herru, 10. FH, 9. Þór, 8. Fram, 7. Valur, 7. Káa, 5. KR, 4. Ía, 3. Breiðablik, 2. Stjarnan og 1. Víkingur. Mitt er Keflavík og Þór fellur, svo er IBF, FH, Káa, Ía, KR, Valur, Fram í 4. Það er svona sjokkarandi á mér. Stjarnan, Víkingur og kannski líka smá sjokkarandi Breiðablik efsta. Strákar, er eitthvað að lokum sem þið viljið segja? Við erum búin að vera í 2 tíma. Ég veit að ég reyni alltaf að hafa þetta í 2 tíma, það er svo gaman. Það er svo gaman að tala um mig. Strákar, er eitthvað, Eiður? Þetta ekki bara að ráða okkur í vinnu eða? Jú, en þú veist, Bara, sko, móka inn gulli. þetta er non-profit. Ég er ekki með eitt styrtaraðla. Við Herru. finnum út af því. Já, þið þurfa að finna styrtaraðla, ég nenni það ekki. Herru, Eiður, eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Bara áfram Njarðvík. Damir, eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Áfram Grindavík. Þetta er svo góð klipp á TikTok, maður. Herru, strákar, Damir, ég ætla ekki að segja að lokum. Þið eru náttúrulega að fara, Ekki bara góðir það. þið eru að fara að mætast í lengjudeldinni í sumar og Já, ég held að það það verður, bara annar leikur eða. Já, annar leikur. það verður helviti spennandi að sjá, maður fer kannski á leikinn. Það þarf að mæta það. Kannski, hvar er hann? Hann er í Grindavík. Já, getur verið í mæti, sko. Já, Herru. það er ekki að byrja.
byrja að gjósa Já, ekki, ekki öðru sér. já, og engan kýting ykkar á milli. Við Herru, erum alltaf langt frá. Við erum ekki eðla langt frá okkur öðrum. stakar, slagið á. Takk fyrir þetta og hafið það bara gott, kæru hlustendur, og takk fyrir að hlusta. Þetta fucking spáin! Ekki hlusta á negin aðra spá. Ekki sannstrákar. Jó, hárrétt. Hárrétt. Já, þetta bomban getin í leiknum, hinn eini sanni, við með